og ég ætla að setja vatn og nýjan dall hérna og ég ætla að skvetta á Ödda sem er steinsofandi uppi. Góðan daginn, Ödda! 70 mínútur eru brennimertar í æsku minningar mínar og ég veit að það eru þúsundir jafnaldra minna þarna úti sem eiga minningar af því að læðast að sjónvarpinu á kvöldin og vaka fram eftir til að sjá Sveppa Krull pissa á sig eða Audda bróka Pétur Jóhann á strikinu í Kaupmannahöfn. Auddi hafði sömuleiðis hort á Simma og Jóa gera álíka gáfulega hluti í 70 mínútum nokkrum árum áður og með mikilli þrjósku tókst honum að væla sig inn í þáttinn sem betur fer því hann var búinn að ljúga að fólki í kringu sig að hann væri ekki bara lagarstarfsmaður hjá Wurth heldur væri að fara að byrja í 70 mínútum. Og það nefndi enginn að tala um alltaf þegar ég sagði hvað ég var að gera. Það var alltaf bara, hvað ert þú að læra? Og ég eitthvað svona, ég er ekki að læra. Nú, ertu að vinna? Já, hvað ertu að vinna? Ég er að vinna á Wurth. Og já, hvað ertu að gera þar? Já, bara á lagatnum og eitthvað svona. Svo bara svona, já, ok. Svo bara tala við næsta. Þannig að ég byrjaði að ljúga því bara, já, ég er að vinna á Wurth en ég er að fara að byrja að vinna í 70 mínútum. Nú, já, ég fyrir að detta og svona lýin eitthvað, þannig ég held að sú lýi hefði bara keyrt mig áfram í að ná því, sko. Það er ekki að ástæðalausu að samkvæmt gróflegum útreikningum mínum er Auðun Blöndal vinsælasti núlifandi Íslendingurinn. Á eftir 70 mínútum fylgdu ódauðlegir þættir á borðið Svínasúpuna, Strákarnir, Stelpurnar, Tekin, Ríkið, Auddi og Sveppi, Atvinnumennir okkar, Steypustöðin, FM 95 Blö og sjálfsögðu Draumarnir 4. Ameríski, evrópski, asíski og nú síðast suður-ameríski draumurinn sem er frumsýndur 28. september næstkomandi. Skaltu þurrkið þetta rúmið á floti, sko. Hvað er það að gera? Þessi þáttur er í boði Origo. Origo, það sem Íslendingum finnst skemmt. Fyrir nokkrum þáttunum nefndi ég Bose Soundsport Free þráðlausu heyrnartólin í upphafi þáttar. Ég er búinn að margnota þau á æfingum alla daga síðan og þetta lætur engan bilbug á sér finna. Þetta eru by far bestu heyrnartól sem ég hef notað á æfingu. Raflaðan í þessu endist í 5 klukkutíma spilun, svo það er ekki að hlaða þau eftir hvert hlaup. Hljómgæðin í þessu eru sturluð fyrir þessa litlu hnappa sem maður smellir í eyrun á sér. Ef eitthvað er þá mæli ég helst með því að fá sig bara frekar svört en appelsingul eins og ég gerði í einhverju flýti. Ef við lítum fram hjá því, þá er þetta örugglega uppáhaldsgræja mín þessa dagana. Það er mikið sagt fyrir græjusjúkan mann. Snorri mælir með. Kíkið á Origo á netverslun.is, Bose Soundsport Free. Joe and the Juice standa undir nafni og sponsa sjálfsögðana þátt eins og ekkert sé því til fyrirstöðu. Shaker, samlokur, djúsar og kaffi. Ef ég fengi ráða, þá væri ég ekki að drekka kaffi úr þessari wannabe Nespresso-vél hérna frammi. Ég væri öllu heldur til í My Favorite Cup of Joe, Purple Latte með haframjólk. Án gríns. Fólk þarf að pröfa hana bolla. Double espresso og engin skömm í því að fá sér fjórfaldan. Akkurat temmilegt magn af Oatly haframjólkinni sem er ekki mjólkuð úr beljum heldur mjólkuð úr spenunum á höfrum. Joe World Class Laugum, Kringlunni, Smáralind, Laugavegi, Lágmúla og svo er einhverju 12 staðir til viðbótar bara í nýju byggingunni á Keflavíkurflugvelli. Auðun Blöndal, maðurinn sem er búinn að fylgja okkur í sjónvarpi og útvarpi síðustu 18 ár, gjörið þið svo vel. Góðan daginn, Auðun Blöndal. Góðan daginn. Þetta er með þessa lína sem þetta var á þjóðatíð fyrir einhver nokkrum árum. Já. Það fattaði ég ekki grínið. Góðan daginn, Auðun Blöndal. Já, það var að segja góðan daginn, Auðun Blöndal og ég eitthvað svona, hvaða var ég að skýta eitthvað á mig og fór eitthvað að tjekka á Twitter og eitthvað og vissi ekki hvað var þar til að ég fattaði að þetta var Sveppi að vekja mig þarna í 70 mínútur. Og enda líka, segir góðan daginn, Auðun Blöndal og skvettir yfir þessum bala og síðan fyrirgefðu. Ég var ekki búinn að sjá þetta svo lengi að þegar það var verið að kalla mig góðan daginn, Auðun Blöndal, þá fattaði ég ekki alveg hvað er í gangi. Ég held að væri bara eitthvað troll sem ég vissi bara ekki af, sko. Þetta er bara eitthvað sem fólk segir í síman og allt bara, góðan daginn, Auðun Blöndal. Þetta er bara kveðjur hjá fólki, sko. Já, ég fíla það. En þú, Sveppi, kynnist í 70 mínútum með það? Já, ég hef aldrei hitt hann bara fyrir en 2001. Kemur hann einmitt ekki inn í gegnum Simma og Jóa? Jú. Þetta var ekkert einhver æskuvinur þinn? Nei, og ekkert æskuvinur þeirra heldur. Sveppi var bara búin að keppa við Simma eitthvað í handbolta og voru ekkert eins og vini, sko. Og svo bara mundi Simmi að hann væri fyndinn og margir búin að segja að hann væri fyndinn og þannig kemur Sveppin í 70 mínútur, sko. Hann er bara eitthvað svona karakter sem að menn vissu hver var. Og ég þekkti á engan af þeim heldur, sko. Þú sagðir eitthvað tímann, ég man ekki hvort þú á Twitter eða í einhverju viðtali eitthvað, og sagðir það er engin fyndnar en Sveppi. Já, það er... Er það alveg rétt? At the time, hann er það.
Þegar þetta var skrifað, þá fannst mér það. Já, okay. Þegar þá var ég búin að vera á einhverju skralli með honum og vaknaði og kannski ennþá smá í blóðinu þegar ég fór á Twitter og bara þá var ég að rifja upp bara kvöldið og undan hvað mæri viðbjóðslega fyndin og setti þarna í þingunni bara, það engin fyndin en Sveppi. Var þetta ekki líka eitthvað þannig að hann var búin að vera úti svo lengi eða eitthvað svoleiðis? Já. En ég man allan að ég sá þetta og ég bara svona, já, Sveppi maður. Já, hann var búin að vera úti hérna LA í 1 ár. Var nýkominn heim og þá var ég bara búin að gleyma hvað hann skemmtilegur, sko. Serðu svona eftir þessum orðum núna? Nei, alls ekki. Mér finnst hann fyndnastur. Þeir eru samt alveg nokkri, sko. Já. Pétur Jóhann ekkit síður fyndinn og svo einn vinn sem heitir Árni Ragnar, kallaði Blackout Cuz sem nú búin að kynnast þeim öllum. Hann eitt svo fyndnasti líka. Hann hefur ekkert komið inn í neitt af þessu efni sem múrt að búa til með öllum öðrum? Nei, hann hefur bara aldrei haft neitt áhuga á því, sko. Já, ok. Og hann líka, sko, típa, hann mjög feimin típa, sko. Og svo endaði hann kallaður Cuz, en svo þegar hann drekkur þá hann kallaði Blackout Cuz. Því hann fer úr því að vera bara svona feimin drengur yfir að vera kolvitlaus en ógeðslega fyndinn. Aldrei svona leiðilegur. Veist, hann ekki, hvernig var þetta? Þegar Sveppir í því, þá fer hann stundum bara og pinpointar eitthvað og gerir grína og bara gerir, þú veist. Er Pétur Jón á sama skala? Það sé hann ekkert eitthvað að vera með mjög practical jokes Jú, sko, þegar Pétur... Einhver eineltisgríni, sko? Nei, aldrei eineltisgrín, en svona finnum kannski einhverja veika punta á einhverjum og allir hlæja. Jú, þetta kannski flokkast þessum einelti, en þetta allt bestu vinir. Já, ég hef engar ágjur að þessi eitthvað. En Pétur getur alveg dottið í töffarann, sko. Þá hann mjög fyndinn. Og ekki hann alltaf fyndinn, en það ógeðslega, það skemmtilegast að Pétur Jóhann tekur töffarann á Sveppa. Þá getur Sveppi ekki svarað honum. Þó að Sveppi sé bara svona grimmur, ef að Pétur komin svona í glas og Sveppi eitthvað að reyna að goggi hann, þá hann ekki breyk, sko. Það Pétur bara alveg saman. Já, meinar, það býtur ekki á hann? Nei, og bara gerir grína að Sveppa og hefur yfir höndina, sko. Á hvaða tímapunkti voruð þið allir 3 saman? Það var strákarnir, eða ekki? Jú, það og 70 mínútur, sko. Pétur Jóhann kemur inn í 70 mínútur 2004. Já, á eftir ykkur öllum. Já, sem sagt, þá voru við Sveppi bara 2 því að þá var Simmi hættur að fara í ædolið. Já. Og við Sveppi vorum bara 2 með þáttinn 2003. Já, 2003. 70 mínútur? Já, og Pétur kemur þar inn 2004. Og þaðan förum við svo yfir á stöð 2 með strákana 2005. Hvenær byrjar þetta allt fyrir þér? Út að varst þú bara, þú er allan að tala það og þú hleypir náttúrulega hlustundum allan í útvarpinu núna mjög svona mikið inn á þig og talar hvernig þú varst í æsku og svona. Já. Að ég held að sé ekkert eitthvað rangt að mér að segja og hafi verið bara að kreifa að komast í sjónvarpið og í athyglingu á sviðsljósið. Ekki spurning, sko. Hefur verið bara athyglisjúkur allt mitt líf, sko. Það alltaf borið það með þér? Já. Það svona minn djöfull að draga, sko. Hann reyndar aðeins minkað, þetta eins og systir mín, hún orðaði þetta mjög fallega einu sinni að hún sagði ég væri athyglisjúkur en ég væri svona eins og bara, hvað var maður að segja, bara svona fíkil sem að fær skammtinn sinn. Já, meina, það nú helst góður. Já, henni fannst ég miklu verri í gamla daga þegar ég var ekki að fá skammtinn. Sko. Hvernig var þetta í gamla daga? Þá var ég bara að reyna að vera fyndastur í partíum og bara óþólandi að reyna að láta alltaf hlæja. Í dag þá bara svona situr maður kannski, ég sit nú ekki út í hotni en maður svona meira bara rólegur. That's laid back. Já. Og þú kemst þess að inn í 70 mínútur og vælið þig inn í 70 mínútur? Já, grenja mig þar inn. Hvernig fór það fram henni? Bara sótt sko ég hef sagt það á sögu alveg nokkur sinnum, ég held ég hef sótt 6 sinnum sko. Og þeir voru bóðin svo þreyttir á mér, þeir ákvaða að gefa mig sen sko. Þá var ég að vinna á lager hjá Vurt og ég byrjaði að ljúga að fólki að ég væri að fara að vinna að maður. Af því að ég var alltaf að fara með vinum mínum sem voru allir í háskóla og var að fara með þeim í svona partí og það nefndi enginn að tala um alltaf þegar ég sagði hvað ég var að gera. Það var alltaf bara, hvað ert þú að læra? Og ég var svona, ég er ekki að læra, nú, ert að vinna? Já, hvað ert að vinna? Ég er að vinna á Vurt. Og já, hvað ert að gera þar? Já, bara á lagatnum og eitthvað svona og svo bara svona, já, ok, svo bara tala við næsta. Þannig að ég byrjaði að ljúga því bara, já, ég er að vinna á Vurt en ég er að fara að vinna í 70 mínútum. Nú, já, ég fyrir að detta og svona líin eitthvað, þannig ég held að svo líi hefði bara keyrt mig áfram í að ná því, sko. En hvað var 70 mínútur á þeim tíma þegar þú ert ekki byrjaðar í þessu? Já. Ég man ekkert eftir þessu, sko, sem bara Simma og Jóa. Já, þeir byrja bara 2, sko. Svo kemur Sveppi reynda mjög snemminni og þá var ég alltaf að horfa á þáttinn bara heima í Frostafaldi með mömmu minni, sko. Já, þannig þú varst búin að horfa á þetta. Já, og fannst það mjög skemmtilegt og fann alveg bara, ok, þetta er eitthvað fyrir mig. En hvað var þá fyrir þig? Að
Mér langaði bara að leika í fallinu myndaðil og gera áskoranum, mér langaði bara að vera þeir sko. Ég var bara eitthvað heima og bara Jesus, hvað er örugglega gaman maður. Hún bara, já, hvernig prófar ekki að sækja um þetta? Ég bara, ég búin að þig. Prófaði aftur, ég búin að þig. Og það fór alveg sexinu sko. En þegar þú hendir þessu á okkur í partí bara eitthvað, síðan er reyndar að fara að vinna í 70 mínútum líka, var fólk alveg impressed við því eða hver var statusin hjá 70 mínútum þá? Já, 70 mínútur var stærsti úlingaþáttur heldur bara allra tíma sko. Já, ok. Og það var ekkit, hann var alveg komið þangað við Sveppi tökum yfir sko. Ok, og það talar úlingaþáttur, ég hef alltaf hugsað út í þetta, það sem þið voru að gera var náttúrulega, þú veist, alveg fáránlegt og ruglað margt af þessu og ég var alltaf að hugsa sko hvort að ég hef verið það ungur að mér fannst þetta snild eða voru jafnaldraðinni líka bara, þetta er enda geggja fyndið. Sko, jafnaldraðinir voru þannig að þeim fannst atriði sem kom í þættunum geggjuð. Veist, þetta var, þú ert að fylla 70 mínútur á hverju kvöldi og þú veist, ljótt að segja, fyrsta korteri 20 mínúturna var ekkert, nema gerist eitthvað fyndið í settinu. Þið voru bara að spjalla? Já, og svo kom alltaf atriði, en ég meina það var bara spurning dagsins og afmælisdagbók, bara svona uppfyllingar. Alveg rétt, já, það voru í raun að tala um þessa sketsa, þú veist, áskorun og eitthvað svona dagskrárlið sem eru til. Já, svona seinni part þáttar, þá var komin inn áskorun og fallið myndal sem þeir gáttu græni og hladra, sko. En svo var það stundum bara eins og bara gerist í útvarpi. Við getum alveg líkt í til dæmis eins og FN95 blöð þetta. Mér finnst, það er alveg dott inn að mér skemmtilegasta innkoman, bara í öllum þættunum, við þurfum að taka slúður. Það fer bara eftir hvernig dýnamík er í gangi þegar menn ræða saman, bara eins og núna, ég held að það verið síðasta föstudag þegar Egill var að fatta að Hailey Baldwin sem er núna trúlofuð Justin Bieber, væri frænka Stephen Baldwin og væri komin inn í Baldwin fjölskyldunan Justin Bieber og ég hló svo mikið að því og hún fannst það svo genuine impressing hann var svo impressed að Justin Bieber væri komin í Baldwin fjölskylduna, þannig að bara það slúður fannst mér eiginlega besta innkomin í þættinum og það gæti alveg gest í 70 mínútur líka sko. Þannig að það var eitthvað til svona í settinu bara einhverju töfrar þar. Já, sem var kannski ómerkilegt topic en gæti orðið úkslega skemmtilegt sko. Eitt af mitt sem ég langaði svolítið að heyra frá þér hvað skónu hefur á því út af að eins og þú ert að tala um að þú byrjar að tala um slúður þú veist, eins einfaldur dagskrárliður og hægt er að finna. Þú bara lest eitthvað sem er að gerast út í heimi og síðan ertu með svo góða dýnamík í kringu þig. Þú ert með svo mikið af skemmtilegum einstaklingum sem þú ert búin að hópa svona saman og fá tíðin í settið. Og eins og núna er það Gils og Steindi. En þarna var þetta, þú veist, hvað, þú Simmi og Jó voru að draga þessu út úr þessu, eða ekki? Já, þarna er þetta orðið svolítið ég Svepp og Pétur þá. Já, þeir eru alltaf tekist að vera með svona, þetta er oft þú með fartöluna og síðan ertu með einhverjum svona vitleysingum og ert svona fítað og svolítið af einhverju efni. Já, og það er, þú veist, ég svona reyna að leita, það er ekkert endilega heitast á slúður, ég reyna þá bara að finna slúður sem ég veit að verður fyndið að ræða við þá um. Annarkvort að því að þeim sé drullu samum það sem að mér erst alltaf fyndið, eins og Steindið þetta í töffarann bara, og skæri mikið drullu saman og okkur er að tala um þetta og bara finna. Það hefur alltaf verið svona pínu mitt hlutverk að vera bara svona nettur leikstjórinn sko. Já, var það ekki? Svona að fýta, svona playmakerinn og fýta það under the board sko. Já, algjörlega, og líma þetta svolítið saman og svona halda utan um þetta. Og mér líður líka svona stundum eins og Pétur Jóhann og Sveppi berða líka með sér að, þú veist, maður getur bara svona hort á hann og hann þarf ekki að gera mikið svo fara að hlæja. Já, það hefur alltaf verið þannig sko. En ég myndi ekki segja að þú sért beint þar sko. Nei, langt ifrá. Mér sagði sko, ég var alltaf að reyna að vera fyndin og Sveppi sko. Og það er bara sem betið, það er svo fallegt þegar maður þroskast og fatta bara sinn stað í lífinu sko, að ég man ekki hvernig var, hvort það var þegar ég var komið við borðið og Sveppi, við vorum bara tveir, að ég bara svona byrjaði að finna bara ok, hann er miklu fyndar en ég og Pétur er miklu fyndar en ég, veist en af hverju það ekki bara njóta þess hvað þeir eru fyndnir og bara svona elevita það sko. Já. Og þeir hafa alltaf verið látnir út að gera eitthvað vitleysu og svona og þú hefur svona alltaf dreigist með í það eins og í áskorunum eða tilraunum eða hvað sem er. Það var oftast bara þannig að það var nýtt hvað ég var mikið laumingi sko. Já. Það var bara hvað ég mikið kuldaskræfa og ræfið sko. Svona... En þú lést alltaf að hafa það, að fara út í eitthvað sem að... Það verður sko. Já. Ég fundi það líka bara með draumana núna sko að þegar þú býr til atriði sem þú ert hræddur við eða ferði í eitthvað sem þú ert hræddur við þá kemur oftast besta sjónvarpið sko. Einu atriði sem ég séð eftir að farið í en sé kannski ekki eftir í dag en það var teygjustökk í asíska draumnum. Þá var sem sagt hæsta teygjustökk heims. Býttu þú að farið áður í teygjustökk í einhverjum... Já, það var í ameríska draumnum en það var bara... Sem er fyrsti? Já, það var bara kidstöfflið þinnu. Hitt var í 290 metra hæð og það er bara hæst í heimi og leiðin niður var í fyrsta sinn sem ég hugsa bara á ferlinum af hverju er ég að þessu fyrir hvern, bara er ég komin hingað bara sem ég er tilbúin að deyja bara fyrir eitthvað smá áhorf og klapp á baki og mér leið svo illa leiðin niður að ég fór bara að gráta
bara grét á leiðinu sko. Í asíska eða í ameríska? Í asíska. Já, en þú stökkst ekki þar? Hvað segirðu? Stökkstu í asíska? Asíska, já, ég hæsta tegistökk Já, þú gerði það, já, ok. Og það var svona fyrsta sinn sem að ég bara verið í Adri og séð eftir að hafa gert það sko. Já, bara mér leið illa og leið mér sem ennþá illa bara eftir það og bara meir sko. En hvað þetta svona mikið lofthræðsla eða hefur ekki gaman að þessu? Að hoppa í tegistökki? Nei. Ég enda aldrei pröfað en ég sé alveg fyrir mér að fólk myndi gera þetta til þess að skemmta sér sko. Já, og mér fannst það þegar ég gerði ameríska draunum það var 50 metrar og mér fannst það alveg að bara stökkmaði niður og það var bara röss og svo upp og eitthvað, mér fannst alveg geggja sko, ég var alveg hræddur, hitt var 290 og það var svo hvasst og ógæstlegt upp, Steindi þorði ekki og hann er alveg hugaður sko, hugaður en hann hoppar oftast, en hann bara hafði ekki í sér að fara sko. Shit. Og það var svona fyrsta sinn á leiðinni niður sem ég hafði líka svo mikið tíma til að hugsa þetta var svo langt sem ég var bara ákveði, veist, og já, það var svona bara rann fyrir minn annars bara allur fyrirli minn bara ok, fyrir hvern er ég að gera þetta af hverju og atvinnumennir okkar tekin bara allt eitthvað svona fyrir hvern nei, þá er ég að tala þegar maður verið að henda sér út í atriði sem hún vildi ekki gera og það var bara hann eins og atvinnumennir okkar finnst mér æðislegt að gera sko. Þannig að þú ert ekki að gera í því að vera eitthvað smegur fyrir fram myndaðalunar og svona punktum með Jú, að því ég veit að vera gott sjónvarp en bara þarna leið mér illa og þarna fannst mér ég að vera búin að ná í rauninni maxinu bara, þetta var fyrsta sinn sem ég fannst ég bara fara yfir þröskuldin á að vera að gera eitthvað sem mér langaði ekki að gera Já, rugglaði maður Já, ógeðslegt En þú talar í 70 mínútum að þetta hafi verið svona í fyrsta skipti sem þú varst að leggja þig allan fram í eitthvað Já Hvað, ég er svo erfitt með áttam á því út af því þetta er svo fyndið stöf sem þú voru að gera og svo heimskulegi hlutir í rauninni að bara þarna hafi metnaður sem komið Þetta kveikna, nú verð ég það er, ekki Jú, þetta var náttúrulega alveg metnaðarfullt sjónvarp með það var hverjum degi sko. En það var meira bara svona því að ég var alltaf svo latur, ég var latur í öllum vinnum ég var latur, ég var ekkert erfitt með að læra en ég var alltaf bara að fá 5 og 6 sko. Ég gerði í rauninni alltaf bara það sem þurfti allt mitt líf, ég var fínn í fótbolta og fínn í körfin, ég lagði mig aldrei eitthvað aukalega fram, ég held ég sé betra form í dag heldur en ég var 23 að spila í fyrstu deild þannig ég svona einhvern veginn ég lagði mig, ég fór aldrei all in það var bara svona eittur auðming í mér sko. Og ég hef líka alveg reynt að nýta það þegar ég er að hitta strákaða stelpur sem eru tvítugir og bara að finna þetta fyrr það er leiðilegt að finna þetta óseint sko. Svo þetta eitthvað til þess að leggja sig allan fram með? Já, bara að finna eitthvað sem að þið langa svo í og það var hjá mér fótbolti samt var það ekki nóg til þess að ég hefði aukalega frekar fór ég á ábæ og keypt með franskar og svo bara aumingi, þannig sé sko. Já, alveg? Já En svona, var alveg fínn í fótbolta en ég veit bara í dag að hefði ég lagt meira á mig og til dæmis lift og hlaupið á veturnar og svona þá hefði maður verið mun betri sko. Þú ert að lifta slatta núna, eða ekki? Jó, svona bara að halda mér í formi sko. Þú ert allavega 220 kg deadlift Að 230 kallum minn 230? Já, ok, ég sá vídeo á 220 Já, svo bættu 10 þarna. Hvað gerist þarna eiginlega? Hefur alltaf verið sterk byggður eða? Mér finnst það mjög impressive sko. Já, alltaf verið með svona fótboltalappir sko. Já, og svo er líka deadlift er held ég eina liftan svona sem þú getur tekið í bara liftingum þar sem þú getur farið svolítið á þrjóskunni sko. Já Af því þú hættir ekki bara fyrir að Nei, maður bara taka eitthvað upp Já Þetta er frekar basic sko. sko. Já, og svo er þetta að slasa sig nema bara með að fá brjósklós eða Já, svo reyndar er ég hættur að detta þetta því ég byrjar að fá svo í baki á sig sko. Aha Já, sem óslega leðilegt, mér er svona gaman sko. En ertu komin í, er þetta í gegnum Egil eða byrjar bara að lifta sjálfur? Já, nei, Egil gerðum samning bara hvað ætlaði að vera, 2009 eitthvað og baði ég hann að koma mér í form og hann baði mig að koma sér í sjónvarp í staðinn og það var svona samningurinn, þá þekktust þið ekki neitt sko. Jálfurinni? Já, og hann einhvern veginn, hann er líka svo góðu þjálfari, ég verð nú að hrósa hann hann færði til að fá áhuga sko, sem er alveg magna, hann er svo peppandi og öflögur sko, ég var búin að reyna ofta fyrir ræktinu eitthvað og svo bara byrjaði mér að finnast þetta gamanloksin sko, bara verið í formi og sjá árangur og svo í dag þá fer ég í ræktinu til þess að fá orku sko. Já, þetta er bara orðið part af lífstílum. Já, ég er búin að gera þetta svo lengi að ef ég fer ekki í ræktina þá bara líður mér illa sko. Já, þú ert ekki eitthvað að glíma við eitthvað ég nenni ekki. Nei, ég þarf að fara að taka mig á. Maður bara finnur einhvern tíma til að fara sko. Já. Bara gerir að stað sko. Gerir hann díl við Egil? Hann vildi komast í sjónvarpið. Hvar dregur hann inn í það? Við dróðum hann hans í Ödd og Sveppa, hann var nokkur sem þar og svo náttúrulega kemur hann með okkur í Ameríska drauminn. Alveg rétt. Þar byrjar þetta svolítið. Þú ert búin að gera svo mikið efni, maður. Já, þetta er orðin 18 ár, maður. 18 ár? Nei, 17 ár. Hjá 365? Já. Sem núna er Vodafone? Já. 17 ár? Þetta er búið að heita Norðurljós og... Já, það er náttúrulega sama allt saman. Ég var einmitt að fara yfir þetta, þú ert með 70 mínútur, tekin, atvinnumennir okkar, Ödd og Sveppi, Ísland Got Talent, Steypustöðin, Ríkið, Stelpunnar, Strákarnir,
FM95 blöð og síðan allir draumarnir Svínasúpan og svínasúpan og ríkið. Já, ríkið, ég nefndi ríkið yfirgræslu Já. karakterinn. Þetta er slattið, sko. Hvað svona stendur upp úr af þessu? Það er erfitt að segja, sko. Ég held að verði alltaf 70 mínútur, sko. Er það? Ja, því að það var allt svo nýtt og spennandi, sko. En allt gaman, sko. Veist. Mér fannst ógeðslega gaman í talentuna að vera live. Þá hef ég aldrei verið live á þau, sko. Og náttúrulega draug, það er erfitt að gera. Atvinnumennir okkar finnst mér svona gaman að því að þá var maður ekki að trúðast eins og við talandi. Já, það var mitt svolítið, maður sá það bara strax á trailerinn var gefin út fyrir það. Maður bara svona, ok, það er komið eitthvað flott sjónvarpsefni hérna út. Já, og mér fannst það rosalega gaman og svona vera ekki alltaf eitthvað að djóka, sko. Þetta er bara hress að spjalla í liði og svona, en ekki að, það var ekki grínefni, sko. Nei. Sem ég langar alveg að gera hans meira af, sko. En ertu ekki að gera nóga í steypistöðinni og svínasúpunni og allir þessu? Jú, en eins og með atvinnumenn okkar þá þættirnir eiga ekki bara að fyndni, sko. Já, þú segja að þú vildir ekki vera, þú vilt gera meira af ekki grínefni. Já, ég kannski ljótt að segja ekki grínefni, en svona, já, ekki, svona aðeins kannski alvarlega efni, sko. Hvað eru að tala um? Ertu með eitthvað í huga? Ja. Mér langar svolítið, sko, að gera þættir sem heita Íslendingarnir okkar. Og þannig að þetta sé ekki bara fólk sem eru í atvinnumenn í íþróttum. Og hvort sem eru tónlistafólk eða leikarar eða bara fólk sem er að gera góða hluti hvort sem eru íþróttum eða ekki, sko. Það var aðeins víðara bara. Já, hljóma vel. Já, ég er svolítið peppað fyrir því. Það er alltaf byrjunastigi samt, sko. Þú ert alltaf bara ennþá peppaður í að vera búið til efni og gera eitthvað? Já, mér finnst þetta alltaf gaman, sko. Ég líka kann ekkert annað. Mér reyndar svona í seinni tíð þegar mér fara að langa svolítið bakvið líka kameruna. Já, það? Já. Leikstýra það? Já, og bara svona peppa nýja kynslóð sem er að koma upp, sko. Já. Mér finnst það heillandi. Ég fekk hrikalega flott tækifæri á sínum tíma og mér langar að hjálpa öðrum að fá bara sama tækifæri, sko. Já. Og var komin með flottan hóp. Við ætluðum að fara að gera þætti hérna rétt áður en 365 er selt og þetta er eitthvað sem ég er ekkert búin að sleppa en þá erum við búin að hittast hérna ég og Brynjar sem er hérna í Dub Club hérna Club, já. Hann og Joey Christ hann er laumi finnast í Íslendingurinn. Já, og svo var hérna Joey Christ og svo Melgorka, við vorum búin að hittast 4 og mér langaði að gera eitthvað með þeim, eitthvað nýtt og það heillaði mér svolítið að bara, hvað maður að segja, gefa tilbaka ekki gefa tilbaka, en svona hjálpa yngra liði að Já, einmitt. Það er líka, þú veist, ég held að þú getur alveg hjálpa að slatta með það, þú ert búin að vera það lengi í þessu. Já, komið þína reynslu, sko. Já, einmitt. En þú varst, út af að tala með þetta Íslendingarnir okkar, þú varst samt alveg að hitta fólk og taka viðtöl við það og svona í gegnum, þú veist, hvort sem á 70 mínútur eða, þú veist, eins og þú fyrst að hitta hvað, Samuel Jackson og Will Smith og... En þá vorum við alltaf satt að reyna að vera að fyndi, sko. Já. Var ekki Pétur að taka köttin þarna í kringum þetta? Já, sko, þegar við hittum Samuel Jackson, það er alveg 100% á topp 3 yfir eitt af bara versta sem ég lendi í. Af því að ég var búin að vera að grínast alltaf í strákunum en ég geti hermt eftir honum bara og það var eitthvað, you're my brother and I love you. Og svo var Pétur að segja sérst við Samuel Jackson, ég gæti tekið eftir hermu á hann og svo tók ég þetta eitthvað, you're my brother and I love you. Og hann bara fraus, fannst þetta ekkert fyndið, horfði á mig og ég byrjaði bara að svitna með þetta þunna ógeðslega hár sem ég hafði á þeim tíma og bara svona, oh shit, hvað er að gerast hérna og Pétur eitthvað svona bara, I'm sorry about my friend, eitthvað, bara eins og hann var eitthvað þvílíkur, það var svo óþægilegt. Var það ekki sama tímapunkti og hann tók köttin og... Hann tók köttin fyrir Ice Cube, svo. Það var í sömu ferð, sko. En síðan varstu líka að tala um, hérna, þið fengu alltaf, varstu að tala um að íþróttafréttamennir á hvað, Norðurljósum eða? Já. Þeir voru alltaf svona... Sem hérna, hétt á Sín. Hétt á Sín? Það hétt Sín og Stöð 2 Sport hétt í gamla daga Sín, sko. Alveg rétt. Var það Sín besta sætið eða? Já, hvort það besta sætið hefði ekki verið komið á? Ég held það. Já, það passar. En þá hérna, þá voru þeir svona ekkert eitthvað, þeir voru ekki beint að dýrka ykkur. Nei, þeir þoldu okkur ekki. Þegar við vorum í sama stúdíu þeir. Og svo bara... bara sama stúdíu. Já, pingulítið stúdíu, það er svona svipað og bara hérna á stærð og svo bara alltaf tekið út platan var tekin af borðinu sem við vorum á og þá var það bara sama borð og Hötti Maggo þeir voru bara með hérna, leikin og það fyrir fram að sig sko, sama monitor og við vorum á þessum tíma vorum við með ógeðstrykki og súrströmm við opnum súrströmmingdós sama dag á Ísland-Tékkland sem var risa leikur á Laugardalsvelli var í beinni útsendingu og Hötti Magga er frægt og öskrar hann yfir bara alla hæðina bara hvaða djöfisins viðbjóð voru þessi vitleysingar með hérna núna og því að þá bara voru við búin að æla í stúdíónu ógeðslega leikt og hann að fá gesti til sín að fara að lýsa leiknum og tala um leikinu og þeir gátt ekki setið það inni sko. Það var alltaf fast í öllu þannig. Já, bara viðbjóður á svo lítið herbyggi sko. Það var að koma einhver frétt fréttum bara í dag eða gær. Já, þetta var eitthvað hitt aftur. Já, við tókum þetta fyrir
þetta verið 2002 hjá okkur nei, Pétur er komin, þetta verið 2004 Já, þetta var monumental dæmi það var þegar það gís upp úr dósinni já, bara bublaði og það var ógeðslegt Var þetta ekki, þetta átt að fara í ógeðstrykk? já, en hann bara náði aldrei á þangað því við eldum bara á lyktinni Þú veist, þetta koncept að búa til ógeðstrykk og ég man allavega eftir einhverju klippu það sem að þeir eru með Birgittu Haugdal að drekka ógeðstrykk Gísla Martin að drekka ógeðstrykk Ingibjörg Sólrún sem borgarstjóri var fyrst og eftir það, þá voru allir til það var svo gott, sko hún var búin að bara opna hlið fyrir okkur þannig að var allir, já, Ingibjörg Sólrún var að drekka það, veist þá ekki détur ekki Þið voru líka að láta fólk hvað taka matskeið af kanil og... Já, þetta var bara það var ógeðslega góða tími, sko það var líka mjög eitthvað svo fallegt og ég hef alveg lýst þessu fyrir ég man ekki við hvernig ég var að ræða þetta ellendi, sko að við vorum basically með spjallþátt sem við vorum búin að gera allt og fengum svo þekkta Íslendinga til að gera sama og við vorum búin að gera og hún fannst það mjög bara fyndið og sniðugt koncept, sko Já, það er rétt, þú segir það, þá er það kannski svona Já, við vorum búinir að gera þetta þannig að bara gátu við dobla alla hinn í þetta, sko En var alveg hægt að dobla alla inn í þetta eins og bara fá borgarstjóran og þú veist, var ekkert eitthvað svona þú veist Nei, það gekk alltaf vel, sko því að það voru svo mikið að ungu fólki sem horfði og pólitíkusar og allir vilja gangi augun og svona, þú veist sækja sér atkvæði Já, meinar Þannig að það var fólk fekk alltaf svona cool points frá fólki úti eða tók þetta hjá okkur eins og Ingibjörg Sólrún bara það var tala bara allan bæ hún bara fór og tók ógeðstrekkinn það var alveg töff, sko Já, var þetta á þeim tíma, þú veist, var þetta að koma í fréttirnar og eitthvað svona, það sem þú voru að gera í 70 mínútur Já, það kom alltaf í blöðunum og svona, sko Já, ég var það ungur þarna maður bara Já, veist, neti og alltaf, jú, það var komið en það var ekki það kom ekki á netinu, það voru bara blöðun en það miklu vinsælli, bara eins og DFF og Fréttablaðið Já, allir ég hafi ekki Ég man allan að þið voru alltaf að bjóða ykkur fólki í bíó og bara, sendið hérna mail á þetta eitthvað með maður sendi og sendi mail Já, maður fekk aldrei bóðið í bíó, sko Það var Sveppur bara búin að stela öllum miðanum Það var ekki líka, veist, hvernig var að búa til allt þetta efni fyrir, veist, á hverju einasta kvöldi Já, það var, veist, menn þurfti að vera frjóir, sko Ég man að það var eitthvað, þú sagðir þetta að stundum var bara hendi vegna fjölda áskoruna á þurfa að endur sína Það var algjör lígi Það var aldrei beðum endur sína Það var aldrei eitthvað, herðu, endur sína aftur en við bara, herðu, já, vegna fjölda áskoruna við ákveða að sína aftur fjöldu myndalina sem var þetta fyrir 2 vikur síðan þá var það bara því að vantaði eitthvað, sko Og voru þið bara, þú veist, var þarna bara forced creativity, bara þið þurftu bara að stinga upp á einhverju til þess að gera Já, en svo náttúrulega stundum voru við sniðir og unnum helgar og söfnum atriðum það munaði rosalega Já, ok, þannig voru vinnandi alla vikuna Já, þetta var svaða vinna, sko þetta var frá 9 til 5 bara alla daga og svo helgar Og hvernig var stemmingin í kringum þessu? Hvert var svona hlutverk allra í krúinu? Var eitthvað svona, veist, er ekki svolítið erfitt að vinna svona saman eða? Jú, svona bara eins og í öllum vinnum held ég, sko Þetta var svolítið, Simmi var að selja fyrir Poptvíð líka þá, sko, þar við byrjum bara 3 sem sagt það eru vonu 3, ég, Sveppi og Simmi þá var hann sölumæður Poptvíð þannig að hann var alltaf að selja frá 9 á morgnana til 12 þá fórum við upp og tókum upp þáttinn í stúdíópartinn og svo voru ég og Sveppi farin út að fíblast bara 4:30 til 5 eða eitthvað að safna atriðum Og líka allt í lindi á millikar alltaf? Nei, það var rifist, sko það datt alveg inn á þessum áriðum, sko en aldrei neitt alvarlegt, sko Aldrei? Jó, reyndar Simmi barði Sveppi einu sinni upp í sumarbústaðinn það var áður en ég kom þá var bara Jói Ásbjörnsgrei að grilla banana og Simmi var bara að tuska Sveppa til og hann var svo heim bara og húkkaði far Þeir voru eitthvað staðar, hvað rétti á Selfoss eða eitthvað Ég held að það hafi verið svona eina skipti sem að þetta voru alla slagsmál Sveppi er 1,60 og Simmi er tröllan þetta var aldrei neitt, sko En þurftu sér menn bara kingja stoltinu og taka sér upp falda myndavel saman og láta stjórna sér og svo bara hittast menn á mánuði ég sendi Sveppi átt SMS bara þegar við vorum búin að hnakkrífast bara áður ég fór að sofa þá nefndi ég ekki að því ég vissi ég var að fara að hitta hann daginn eftir ég bara, ferski brási Jó, 7 á morgun, bara búið þá vissi maður alltaf þá er þetta ekkert að fara að krifja það eitthvað, sko Nei, lítil dramatík í þessu Það hefur verið, sko, náttúrulega ég vunnið mest með Sveppa af þeim náttúrulega 70 mínútna genginu og við höfum aldrei, það hefur aldrei verið eitthvað svona langræki eitthvað, það hefur alltaf bara verið búið einum degi, ég hef hatað hann og hann hefur hatað mig og við hnakkrifist, sko en svo er það bara dökta enn eftir, sko sem er mjög fallegt Eigi ekki svolítið langan starfsferil saman með Við bara síðan 2001 síðan 2002 byrjuðum að vinna
rosalega mikið saman sko. Þið haldið síðan áfram með eitthvað eigin þátt þarna, auðvitað sveppi. Já, hann 2009 og svo vorum við í Draumana og við erum búin að gera rosalega mikið saman sko. Já, og dróst hann líka með í útvarpið til að byrja með. Já, svo var hann með mér á 3 dögum í útvarpinu og Já. við höfum unnið, mikið saman og vislustýrst mikið saman og þannig að það er Þú veist, þú myndi aldrei geta afmáð sveppa frá þér. Auðvitað sveppi er bara svona eins og poppa kók fyrir Íslendingum. Sveppi svo manneski held ég ennþá í dag sem ég veitt mestu mínútu með á lífsleiðinu sko. Já, það. Já, ég held að sé alveg pottet sko. Já, ég kaupi það. Hvernig var fyrir því síðan að fara úr sjónvarpinu yfir í útvarpið? Ég man að þetta kom eitthvað svona rúmor þetta. Þetta var að fara að gerast og síðan var eitthvað svona að þið voru að reyna að finna nafn og það var eitthvað grínast með FM 95 Blö og síðan þetta bara orðin eitthvað, hvað þið gamlir? 5-6 ára? Já, 7 ára núna bara í haust 7 ára þáttur. Þetta er svo fljótt að líða maður, ég fæ bara í magan að heyra þetta. Það var 7 ára núna í nóvember og já, það var mér leist ekki á það fyrst sko. Að fara í útvarp? Nei, Pálmi Guðmunds sem var yfirmaður minn þá að það var hann bæði með FM og Stöð 2 og ég var ekki búin að vera að gera neitt á Stöð 2 í eitthvað 2-3 mánuði og hann kom og spurði hvort ég var til að vera með þátt á hverjum degi á FM 957 og fyrstir hann sagði það fannst mér hugmyndir hræðilega. Ég var bara svona, mér fannst ég vera sjómasmaður og eitthvað voða spaði og eitthvað en svo fór ég bara heim og hugsa. Búin að vinna ettuna líka? Aldrei unnið ettuna. Nú? Nei. Akkur fannst mér að séð eitthvað 2001? Ég var bara fyrir myndband ásins, Crazy Bastard. Sveppi þegar gættur á 2002 fyrir sjónvarsmaður ásins. Ok. En það nýttum við hana vel og drukkið úr henni og hann var hressandi sko. Þetta er Crazy Bastard eitthvað veluna vídeo. Þetta er geðveikt. Það var rosalegt á sínum tíma sko. Af hverju gerðu þið þetta? Það var Sveppi á mér símringingu sem að hann bara tók upp. Það var Eiður nýbúin að gefa hann svona síma sem að hægt var að taka upp bæði vídeo og sound og það var alveg þetta shit þá sko. Ég man mér svo vel eftir síman og svona blár Nokia sími og svo bjóð hann til sína eigin hringingu sem var bara what's going on in the greenhouse, I don't know what is cooking, everybody's craziness in the greenhouse looking og svo alltaf það sími hringdi og mér fannst þetta svo catchy. Ég var bara, þetta er bara lag, okkur klárum við ekki símringinguna hérna. Svo við alltaf þegar síminn að Sveppa hringdi þá kom hann sjálfur syngjandi what's going on in the brainhouse eitthvað, I don't know hvort það var brainhouse eða creamhouse og ég var náttúrulega alltaf með honum og ég var að byrja að syngja þetta og ég bara, okkur gerum við ekki lag maður og svo fengum við bara Kvarasi með okkur og gerðum Kvarasi sem er á baka þetta. Þannig að það var sko Sölvi sem hjálpaði með lagið og gerði eiginlega lagið. Sorry, með útvarpið. Já, ég var mjög stressað með það fyrst sko en svo fór ég bara heim og hugsaði svona í stæðan Pálmi bað mig bara bara heyrði mér á morgun og ef þú vilti þetta ekki þá er það ekkert mál en bara gerðum við hann greið að hugsa þetta og sjáðu hvort þú getur fundið einhvern vingil. Þú fær alveg svona frjálsar hendur innan fyrirtækisins? Já, það er oftast verið þannig sko. Þau alveg treyst mér og ég hef líka alltaf, ég held ég aldrei sagt nei við neinu sko. Jú, ég hef sagt nei við einu, þá átti ég að gera þátt ég og Seilis á Sirkus og ég vildi það ekki. Þá strax eftir að strákarnir hætta og þá grátbaði ég að fá að taka frekar tekin og fekk það í gegn. En það átti þess að ég og Seilis að vera með þátt saman. Dávaldurinn? Já. Áttu það að vera með þáttaröð eða? Já, þetta átti að vera eitthvað 8 þættir eða eitthvað. Nei. Já. Af hverju er hann svona bendlaður við Ísland? Hvernig er hann til í þetta? Ég veit það ekki. Þá var hann mikið að skemmta þetta og... Hann kom líka helling til ykkar, eða ekki? Já, hann kom bara einu sinni, sant. Nú, það sem hann dálit eitthvað? Já. Það var samt alveg magnað, sko. Hann náði mér alveg, sko. En þú nefndir ekki að taka upp þátt með hann? Nei, ég var ekki nóg spenntur fyrir það að gera þátt með mér og Seili, sko. En með fullri vinningu fyrir honum, sko. En bara að kitlaði með brekkett, sko. Ok, en tekin verður til í staðinn? Já. Þú sér nú ekkert eftir því? Nei, það varst mér mjög gaman. Það er annað bara orð sem bara þú ert búin að koma inn í íslenska tungu og bara málfar, það er bara tekin. Já, ég fengi að heyra það alveg nokkur sinni, sko. Þetta er bara svona, ég sé mér svo stundum á Twitter eitthvað, þá kemur mynd af mér að það með puttan í bara, sko. Tekin er bara, þegi. En með útvarpið þá, svo fór ég bara heim, hugsaði þetta og var andvaka og bara klukkan 9 morgun þá var ég ekkert búin að sofa og búin að skrifa bara upp 4 blöð af bara hugmyndir sem ég langaði að gera eitthvað og þá fattaði ég bara, mér langaði bara að gera útvarp. Fór til Pálma og sagði við hann ég væri til að gera þetta með 3 skilyrðum að ég mætti velja hverju að vera með mér að ég vildi ekki hafa bara einhvern einn. Mér fannst ógeðslega skemmtilegt að væri ekki sami á mánuði og þriðjudegi og þá var enda rifist einhverjum nokkur útvarpsmenn við mig að consistency væri mikilvægast af öllu í útvarpi en ég var ekki sammálaði. Hvað þá bara eins og brennslan er að gera með að vera alltaf þeir tveir? Já, eins og er oftast bara í útvarpi. Ég held að þetta sé einu útvarpsþáttur bara í sögu Ísland þar sem er
bara daglegu þáttur en aldrei sami með þú hóstunum, segir sko. Já. Og það átti vist að vera eitthvað martur eins og bara gekk það og þá vildi ég líka fá að gera sem sagt lag og vídeo ég vildi vera sá sem myndi gera grín að því að ég væri að fara í útvarpið en ekki bara, ok, hvað, rauti bara var nú stöð 2 F 957, vel gert Og þú gerir þessa kröfu að fá að velja sjálfur Já. Og hvernig lítur það át fyrir þér? Af hverju velur þú þá sem þú endaður að velja? Ég raunir bara menn sem ég treysti og finnst finni sko og gaman að ræða við að því að útvarp gengur rosalega mikið út á kemestri og þá er þægilegt að þekkja viðkomandi og geta sagt í rauninni hvað sem við hann sko. En síðan þróast þetta svo hratt þetta hættir náttúrulega, þetta bara snar hættir í þessum 5 þáttum í viku Já, það var samt alveg tæp 3 ár sko. Já, shit maður Þetta svo fljótt að líða sko. Mér leiði eins og það var bara eitthvað hálft ár eða eitthvað Nei, það var alveg tæp 3 ár sem að það var okkar einn degi sko. Og var þá, sem sagt, þegar þið farið þróið þetta út frá því koncepti og yfir í eins og þetta í dag Já. Varstu einhvern tímann búin að pröfa að vera með Agli og Steinda saman? Nei, þá var Steindi komin á 50 og Egill var á föstum Já, ok Já, þar komum við 2 harðir kombóð Það var alltaf á föstum sko. Þannig að svo ákvað ég bara að prófa þetta við 3 og það var brúkslega gaman En þið voru engir, þú veist, þið engir æskuvinir eða eitthvað Nei, ég kynni Steinda bara á Tenerife 2010 sko. Já, ok Þá var hann að fara með konunum sinni í romantíska ferð það ætlaði að fara 2 hitti svo mig og Svessa og konur okkar eftir tæmi, ég held að það hefur verið full allan tíman þannig það var ekkit romantísk ferð Þið kynnist bara í gegnum það? Já, eða svona veist, þekktumst hæ og bæ en þar eru þau svona góði félagar sko. og höfum verið alveg síðan Og síðan hefur þið gert alla þessa drauma með þessum gæjum Já. Hvernig er það ferðlega? Af hverju ferðu síðan aftur yfir í sjónvarp? Eða var fyrsti draumurinn komin þegar þú Já, fyrsti draumurinn kom 2010 Það var ameríski Já, og FN95 blöð byrjaði 2011 Já. En svo kemur evrópski draumurinn kemur 2013 held ég eða 2012 Já. Ég man bara þegar að ameríski draumurinn var auglýstur sem einhver svona ratleikur það var bara svona, þetta er bara slamdöng fyrir þessa gæja, þetta er bara auðvitað að vera að gera þetta En það voruð þið búin að gera eitthvað áður? Hvað, hérna kapphlaupi litla? Já, við vorum búin að gera á Íslandi hérna svona eins keppni, það voru ég og Egill á móti Sveppa og Villa í bara auðvitað Sveppi að fara landið og að vera nakin fyrir framan kirkju voru 3 stig og fá nærbuxu, þetta var hræðilegt en var alveg skemmtilegt sko. Og voru vinsaldir þarna og ákveðu þess vegna að gera eitthvað meira? Já, eða? Því að þeir 2 þættir fengur rosa áhorf sko. Og það bara fundið bara, okay, þetta er eitthvað sem að fólk hefur gaman að eitthvað svona skrítið kapphlaup á safna stigum og þannig verður til draumurinn sko. Og er þetta mestmegnis framleitt af, þú veist, ert þú með inn í framleiðslunni eða búið til stigatöfluna, hver að gera þetta? Já, við bara allir saman sko. Ég, eins og núna síðast, þá var það ég, Sveppi, Pétur og Steindi sko, að búið til stiginu. Já, þannig að þú ert alveg með puttana í öllu ferlinu. Já. Hvað svona stendur upp úr þessu? Hvernig er eins og þetta, ef það er erfitt að vinna með Sveppa í 70 mínútum en að fara erlendis með einhverjum gæja og vera að safna stigum með honum allan daginn í landi sem þú hefur aldrei komið til eða einhver svona framandi aðstæðum? Það er samt ógeðslega gaman sko. Fyrir utan að Steindi náttúrulega hrítur bara eins og svín sem er verið að skera sko. Hann er hræðilegur en annars yndislegur sko. Og auðvitað, það er bara eins og í öllu menn þrasa og svo er það bara búið. Já, en þið er ekkert að lenda í einhverjum kostulegum uppákomum hann? Jú, en ekkert eitthvað svona, engin leiðindi. Það er reyndar, það er svo mikið stress. Þú ert bara á milljón allan daginn og svo ertu daginn eftir farin í ferðalag og Steindi er mjög kærulaus. Þannig að það verður kannski eitthvað smá rifrildi en aldrei leiðindi, sko. Það verður heldur ekkert lengi að skjóta það í hans fari. Nei, það er ótrúlegt. En hvernig... Konan og Sigrún er bara þólimóðasta manneskja sem ég veit sko. Já, þetta er allt satt sem þú ert að segja hann. Já, ég myndi aldrei ljúga upp á hann og hann veit það. Hann veit þetta sjálfur. Hann er alltaf seinn. Hrítur eins og svín. Hann reyndar hættur að reykja, ég gefa henni það. Já, ég kom inn í svona herbyggja okkar, þú vorum í asíska draumnum. Það var bara eins og það farið fellibillur þar inn og þá var ég búin að vera, ég fór í ræktina og þegar ég kom heim þá var með þess að sko bjórpollur í rúminu og bara sígarettustubbur sem var ekki í öskubakka við hliðin á rúminu og bara hræðilegt. Ég bara, hvað, er ég að ferðast með John Candy hérna bara í Plainstream eins og átumóli, sko, viðbjör þetta, það var bara off camera, sko. En pældiði, ef hann væri ekki svona hress og skemmtilegur og svona glaðlegur í útliti, þá væri maður bara, þessi maður þarf aðstoð. Þó hann sé svona hress og skemmtilegur í útliti, þá þarf hann samt aðstoð. Sko, bjórpollur í rúmi og sígarettustubbar, það er svona en hann hættur að reykja, ég er mjög stoltur á hann þar. En hann væntanlega byrjar að veipa. Já. Hann er byrjar að veipa? Já. Já, gott. Hann veipast stanslust. Já, ég fíla það. Skárinn hitt. En ef þú tekur maður bak við tjöldin í þessum draumum, hvernig er þetta út? Ég veit að þetta er ekki eins og
Þetta ekki jafn skemmtilegt og þetta lítur út fyrir að vera í sjónvarpinu, þetta væntanlega hellingsvinna og... Já, þetta er jafn skemmtilegt og þetta er erfitt. Ég held að það sé svona besta línan þetta, sko, því að það eru forréttindi að fá að sjá allir þessi lönd og þessar heimsálfur, en að taka upp 8 sjónvarpsþætti á 30 dögum er meira en að segja það, sko. Já. Og eina sem við gerum, og maður verður líka bara hálf bilað, sko, eina sem við gerum er að ferðast, taka upp og sofa og gerum ekkert annað í 30 daga og það er, þegar þú kemur heim og þá tekur alveg smá tíma bara að koma þér í normið, veist, því að þú ert búin að vera bara í 30 daga að byrja fólk að hrækja á þig og veist, þetta er, þú verður hálfur ruglaður, sko, bara grillast og kemur heim og bara að tekur alveg, við höfum rætt þetta allir, að tekur 1-2 daga bara svona, veist, að finna sér ekki, að því að alltaf kameruröður í draunum, bara svona einhvern veginn að hætta að vera að fyndin að búa til eitthvað, að sækja eitthvað að búa til stig, þú verður hálfur ruglaður á þessu. Að vera bara þú sjálfur aftur. Já, það tekur alveg 2 daga. Ég held að það sé svona svipa kannski fyrir sjóara sem farið 30 daga og komið í land. Eru þið alltaf í mánuð þarna úti? Já, það verið alltaf sirka. Við vorum allan febrúar núna. Þannig að það voru 28 dagar. Já, í Suður-Ameríku. Já. Hvernig var það? Það var ógeðslega gaman, sko. Og það var... Hafðirðu komið þarna eitthvað áður? Nei, ekki. Jú, ég kom til Argentínu og tók þátt þarna í Væbát ekkert mann. Já, auðvitað varst í því líka. Já, en það var hérna... En, sko, maður finnur líka bara... Það eru miklu fordómar gagnvart Suður-Ameríku. Ég held að sé líka bara þessum þáttum eins og narkos og eitthvað svona. En bara þættinir, bara álvan geggjuð. Mér finnst ógeðslega gaman í Kólumbíu og það er allir svo kurteisir og næs og Brasilía var geggjuð. Það var allir þegar vorum að fara í valli, guðan og bænum, alveg með Asíu. Svo er þetta bara miklu betri heimsálfur heldur en, ég heldur sést öruggari þarna heldur en í bara Fraklandi að London, svo með það. Já, ég tók mitt hérna, ég bæði tekið svona Asíu-reisu og líka farið í hringferði kringum jörðina og þá var ég sko í Tælandi og næsta stopp, eða allan fljótlega eftir það var Bandaríkin og ég man bara hvað maður var passasamur á allt drasli sitt þegar maður loksins kom til Bandaríkina. En í Asíu þá var maður bara með myndaðala bakbókan og baða alla, já, allir bara fullir af hjálpsemi og vilja gera allt fyrir mann. Og alveg eins í Suður-Ameríku. Það var allir svo indælir og bara allir svo kurteisir og ég er nefnilega ekki komið þarna, þannig ég alveg tengi við að vera með eitthvað fordóma að gagvart þessu, bara út af því að ef maður talar þetta, þá er fólk alltaf bara, vinsælnæst farið varlega. Já, það var þannig, þegar maður farið til Suður-Ameríku, bara að þeir komið ekkert aftur og eitthvað, hvað vitleis er þetta? Og svo var allir srikalega næs og eindæli, sko. Og náðu aldrei lendi einhverjum háska þarna? Nei, það var ekkert þannig, sko, nei, segð mig það. Er bara nóg að bara nota sama koncept og bara velja önnur svæði í heiminum? Það er, sko, draumurinn minn væri núna, ef það gerður annar draumur, að þá væri það ekki, það myndi bara heita draumurinn. Og þá myndi það, og það er ekki að tengjast endi heimsálfu, af því að ég held að væri geggjað ef til dæmis eitt lið væri bara statt á Grænlandi, en svo allt í einu bara komið í sól. Bara, fljúa kannski frá Grænlandi bara til Fiji eða eitthvað djöfilinn. Þannig að mér langar ekki endilega ef það gerður annar draumur að tengja við eina heimsálfu. Þetta þyrfti þá að vera síðasti draumurinn, eða ekki? Já, degi allir í loka þættinu bara. Já, bara grand finale. Geggjað áhorfin allir farnir. Já. En það væri skemmtilegt koncept, held ég. Já, og er ekkert, þú varst ekkert að vera vitlaus á ferðafélaginum þarna. Og þú fórst náttúrulega með Agli líka í ameríska, eða ekki? Já, nei. Ég man á að byrja svona að reyta ykkur í hann þarna. Já, var ekki þegar hann var eitthvað að dissa Michael Jackson, held ég. Jó, hann hatar hann. Þoldi hann ekki. Kallaði hann barnanni eitthvað og ég var mikill aðdáandi og það fór í töðunar mér. En hann vildi líka fara að skjá að því ég vildi sjá leiði hjá Michael Jackson. Þá heimtaði Egill að fara að sjá leiði hjá Sylvester Stallone sem er eitthvað skrýtnast að sé í öllum þessi þáttum og ég var að útskýra fyrir honum að þurfti að deyja til að fá leiði. En nei, bæði Egill og Steindi bara, þetta eru það skemmtilegi náðungar að þó að sé eitthvað aðeins strasa þá er allir verki, sko. Já, en eins og ég var að segja í byrjun með þú hleypir fólki svona mjög mikið bara nærriðir í gegnum allt þetta sjónvarpsefni. Þú ert bara að láta sjálfa þig bara á borðið fyrir alla til þess að hlæjað og það er svolítið konseptið í eins og FM 95 Blöð, var ekki dagskrárliður Blöð tells it all? Jó, en það er líka sko, það breytist rosalega frá 70 mínútum, ég man í 70 mínútum þá var ég alltaf að reyna basically að vera eitthvað sem ég er ekki, sko. Ég var alltaf að reyna að vera eitthvað svona drauma tengdasonur eitthvað og bara svona, ok, nei, ekki segja þetta eitthvað, ég hef verið fullur eða eitthvað svo, var bara alltaf að reyna að vera eitthvað annar en ég var og ég man bara þegar við byrjuðum með FM 95 Blöð á 2011 eitthvað
og var ég nýhættu með fyrirhandi, ég bara heyrði ok, það er bara skiptir engum máli, ég ætla bara að segja allt sem gerist. Útvarp er líka svo, það er live og það er eitthvað svo fallegt við það, bara láta allt flakka maður. Og ég held líka að það sé bara miklu sniðara fyrir fjölmiðlafólk. Það er kannski ekki að fara jafn langt að segja sögur eða vera að skrifa ástarbréf eins og ég eitthvað svona kjaftaði, sko, en ég held bara að ef að hlustandi eða áhorfandi tengir við þig, að þá bara þykir hann vænn um þig og vill meira eitthvað neginn, bara heldur meira með þig, sko. Þegar maður veit bara að þú ert sami aumingin og hann, sko. Vantaði það eitthvað í 70 mínútur? Nei, það vantaði ekki, en ég man samt að þegar við vorum í settinu og svona, þá var ég alltaf að reyna að vera að pínu einhver annar en ég var, sko. Og sérstaklega eins og ég held að það kannski verið meiri í strákunum. Ekki 70 mínútur, með svona meiri í strákunum. Og þá var ég að reyna að spila með betri manneski en ég og löngu hættið drullu saman. En þú finnst þér ekkert erfitt síðan að ég held að þú ert búin að fylgja bara einhverjum kynslóðum af fólki, bara búin að vera í sjónvarpinu og útvarpinu. Ég held að bara, fólk er alveg sama og sé að skrifa eitthvað um þig á Twitter eða gagnrýna þig. Það er svo lítill filter á þessu. Er það ekkert erfitt að vera Jú, það er svona mikið skotmark í rauninni? Það er að leiðilegast að ef ég mætti velja mér bara eiginleika, þá væri það að geta verið sama svona, sko. En þetta reynda maður er komið með mun þykkari skráp heldur en maður var með. En samt, það er alltaf leiðilegt, sko. En ég er hættur að eltast við að lesa það, ég er hættur að leita því sjálfu, sko. Eins og gerði stundum. Þá var ég að googla sjálfa mig, náttúrulega til að reyna að finna eitthvað sem væri skemmtilegt, en það er dautt í dag. Ég er hættur að reyna að finna eitthvað hósta því þá kemur náttúrulega drullan með, sko. Og bara nei, fólk, það er mist leiðilegt með Íslendinga hvað þeir eru alltaf að reyna að draga aðra niður, sko. Það er einhvern veginn í staðan fyrir að peppa bara, þá hefur verið að maður kannski kannast við það sjálfur bara frá því að maður var yngri að vera að rakka einhvern niður, svona þekkir ekki neitt, sko. Og það er ógeðslega leiðilegt. En skrápurinn orðinn þykkari og samt alltaf leiðilegt. Já, en eins og bara vera svona rosalega mikið fyrir ég held í alvörinni, þú ert örugglega bara einn þekktasti Íslendingurinn á lífi í dag. Ég veit ekki með það, sko. Það er, kannski, allavega, það veit alla kynslóðurnar, amma lengi, sko. Og mamma og síðan mín kynslóð og litli bróður og allt saman. Já, ég hef ekki hugsað þannig, sko. En ertu ekkert, eins og þú væntanlega vilja komast í sviðsljósið sem ungur maður. Já. En, var það aldrei á þeim tímapunkti orðið eitthvað óþægilegt bara eins og, eða þú ert að kaupa eitthvað í búðinni eða hvað sem er, þú veist að sá sem er afgreiðið veit hver þú ert. Fattar hvað er að fara? Já, en það er, ég hef reyndar sagt áður að vera þekktur á Íslandi er bara pínu eins og að búa á Sauðárkróki, sko. Fólk veit hver þú ert og það heilsa þér og svo er það bara dautt, sko. Eða þú líður ekki þá bara, þú búið. En er það alveg að hugsa þetta svona? Já, þetta er ekkit alvarlegra. Það er ekki eins og séu paparazzar eða, frægir, þekktir Íslendingar þetta er ekkit vesen, sko. Nei. Það er bara hvernig þú tekur því, sko. En að henda sér út á lífið og allir með snjallsímana og Snapchat og Instagram. Já, það maður passa sig, það fyrir ekki ofurölu. Já. og helst ekki að láta ná einhverjum, reyndar sleppi vasklasuna, svona ef ég finna ég nóg fullur og slaka ég hans á, sko. Já. En svo náttúrulega fer allir sá filtið þegar maður er erlendis. En bara... Fyrir reglulega erlendis. Já. Fer þar og drekk mig, nei, en það er, ég finna alveg mun, ég held líka að sé bara einhver varnarveggur sem er bara innbyggður hjá manni þegar maður er að drekka í Íslandi, þá er ég, ef þú ferði eitthvað út af lífið sem betur fyrir nú minkað með árónum, það var nú alveg meira hérna í gamla dag, en þá, það er bara eitthvað, þú veist að þér að því að fólk er með síma og eitthvað og þú bara passa þig, sko. Já, maður er bara svona með þetta. Já, en það er ekkert að íðalega neitt djammið, sko. Nei. Og er fjölskyldaðin heldur ekkert eitthvað svona, þegar þú kemst eitthvað í umræðina, er þeim alveg saman um þetta? Já, hvernig þetta var að byrja? Voru allir bara sangletist allir að það hafa komist inn í 70 mínútur? Já, þau, fjölskylda mín er alltaf verið hrikalega peppandi, sko. En það er líka, ég fekk bara alla athyglisíkina, eins og pappið minn er hrikalega feimin, mamma mín er, hún er kannski ekki feimin, hún bara vill helst ekki láta taka myndir að sér, báða systur mínar eru mjög feimnar, þannig ég fekk einhvern veginn allt ruglið bara, sko. Og þær hafa, og pappið öll verið bara hrikalega hvetjandi, en náttúrulega leiðilegast ef að eru, það hafa komið alveg upp dæmið sem eru leiðindi bara í fjölmiðlum og vera að rakka mann niður og eitthvað, þá það er það mun meir inn á sig en ég, sko. Já, mitt. Eins og að vera að koma eitthvað komment undir fréttina og eitthvað svona, en annars bara allir feski, sko. Ánægð með þetta? Já, það er svona, ég held að sé skrítið oft, sko. Já. Og ég reynda bara að hugsa út í það núna,
En nei, þau hafa aldrei sagt mér neitt annað sko. Ekki að þú veist, þegar þú ert að gera eitthvað eins og þú voru að klæða ykkur í G-streng af mömmu ykkar Það er þetta að mamma bilaðist og þá var hún alveg reið sko, af því að það var í 70 mínútum og það var semst eitthvað veðmál að sá sem myndi tapa í Mr. and Mrs. spilinu minnum við að við heiti að hann þyrfti að fara í undirfötta mömmu sinni og svo voru að vera svo seinir og þá bjó mamma í Frostafoldi og Norðurljós voru bara upp á Höfða, þannig að var styttra að fara heim til mín að sækja undirföt, ég bara ok fórum heim og fór bara í skápið mamma vinna niður á flugfélagi og svo kvöld ég að horfa á þáttinn með mömmu og hún segja, byrjar að hlæja þenni finnst Sveppi svo fyndið bara herðu af hverju kannast þér, er þetta mín og ég hló og svo var hún alveg reið bara af því að hún var ennþá að nota þau og eitthvað, alveg þetta var eitthvað en aldrei, mamma er náttúrulega bara besti vini minn sko, þannig að hún er alltaf ekkert eitthvað svona lágræki sko. Þú horfðir á þetta með henni? Já. Fannst það ekkert óþægilegt eða? Nei, þetta var Sveppin ekki ég sko, hann var í undirfötunum. Já, en ég er bara að tala bara allt efni sem þú ert að búa til og svona Já, nei, ég veist kannski ætti ég að fara að hugsa minn ganga eitthvað með hvernig þú spurðir Nei, mér finnst það geðveikt, ég dáist það Ég hef aldrei skammast mín fyrir neitt af það sem ég er að gera sko. En auðvitað, sumt að þessu þetta eldist misvel Já, fólk er svolítið að var ekki verið að rifja upp eitthvað grín núna daginn sem var átti ekki við í dag en var bara fyndið á þeim tíma ég held að það sé bara með allan húmor eins og ég sé fólk bara sem er brjálað við Friends í dag og við verðum að sjá og húmor hefur náttúrulega það hefur breyst og margt sem var gert í gamla daga myndir aldrei gera í dag sko. Og svo náttúrulega sem betur fer þó að kannski þroskinn sé ekkert að leka af okkur að þá höfum allir þroskast aðeins sko. Já, var ekkert verið að hrauna yfir ykkur á sínum tíma eða? Jú, það hefur alltaf verið sko. Það var bara tölvupóstar og símtöl þá frekar heldur en að fara með á neti sko. En það ég held að ef þú ert grínisti og það öllum samið þá ertu bara að gera eitthvað vitlaust sko. Já, en eins og með þessa tölvupósta og símtöl það var svo direkt í þá daga býst ég við, en núna er þetta bara svona smá útúðun bara á netinu eða skilur þú veist Já, og svo er líka oft annað, ef það kemur eitthvað eitt status eða eitthvað sagt að þá er það bara orðin grein eins og bara öllum líði þannig sko. Já. Sem getur verið mjög leiðilegt Já, einmitt og það er það er skemmt einhvers staðar og 200 manns í salnum bara skemmtið sér en svo var eitt sem var brjálaður yfir og fannst þetta langt yfir strikið og kemur greinu það eins og bara giggið það verið hræðilegt sko. Já, er ekkert verið að mér finnst svona eins og veit ekki, mér finnst eins og svona að sé aðeins réttar að nálgast þig bara frekar og reyna að komast í band við þig persónulega láta vita sko. En þetta snýst síðan alltaf að þú veist, henda þig inn á Twitter og rjúfa eitthvað like-move sko. Já, sá sem setur þetta inn á Facebook hann setur þetta inn að því að hann vill fá like-in og allir að tala bara að þetta er rétt í þér í stæðan fyrir ef hann er ósáttur með þig þá auðvitað hann að bara sambandið mig og segja bara þetta var of gróft eða ég var ekki sáttur með þig og þá getur þú bætt úr því sko. Voru það bregðast fullorðinslega við því á sínum tíma? Í 70? Já. Nei, mun meiri, það ég finn bara fyrir miklu meiri ábyrði, maður var sjálfur bara ungur og vitlaug sko. Já, Sveppi var ekki að tala sama sko. Hann hefði bara gaman að því hann elskaði, ég man einhvern mann að þá voru með hund á hlaupabretti og þá var einhver alveg brjálaður og vildi sjá Sveppa í hvernig hann myndi haga sér á 4 fótum í einhverja hengigól og hlaupabretti þannig að við gerðum það bara og setti hann bara í svona einhverja sömu ól og fóð með hann á hlaupabretti sko. Sveppi með þann eiginleika, hún er bara sama Já, hann er það? Já. Alveg genuine bara? Já, og ég öfund hann svolítið að því sko. En auðvitað að væri fínt að fara milliveginn á mér og honum kannski stundum að vera ekki að ofhugsa þetta en kannski ekki alveg vera sama sko. Ertu svolítið að ofhugsa hlutina? Ég á það til, já. Ég held að sé að versta svona minn helsti galli að ég ofhugsi hluti sko. Og það bara, þú ert ekki að tala bara í tengslu við dagskrárgerð eða eitthvað þetta er bara þinn persónuleiki? Já, sko, þá er ég að tala bara ofhugsa hluti bara hvað þessum finnst og hvernig þetta, bara svona Jú, helst aðalega þegar kemur að dagskrárgerðana sko. Þess vegna hefði ég haldið þarna áðan sko með, þú veist, eins og að fara út í búð og þú veist að það er svona ef einhver lítur á þig, þá veistu að hann veit að þetta sést þú. Já, það truflar mig ekkert sko. Ekki neitt? Nei. Kemur svolítið orð? Já, það er einhvern veginn, ég er meira svona ef að koma upp einhver leiðandi eða einhver að tala illum hann eitthvað, þá fer ég að ofhugsa bara eins og sé, þú veist hvernig að lýsa þessu bara það er mjög fyndið, ef að kemur einhvers staðar á, segjum til dæmis að ég myndi lesa eitthvað þig bara já, Snorri, mistan óþólandi þetta er ömulegt podcast eða hann vákanni lillur
ég hvergi sé það. Þetta var bara svona on top of mind Já, fyrsta skóla upp í verð. Nei, en segjum að ég lesi það og ég fíla þig, þá lesi ég það og bara, já, ok, og það er bara dautt fyrir mér, að því að, veist, ég er ekki sammálaði og svo bara, veist, ég er búin að gleyma eftir 2 mínútur. En mér finnst eins og ef að skrifa eitthvað mann að séu allir að hugsa það, allir að tala við það og bara, veist, og það hefur skánað hjá mig með árunum, sko. En það var þannig bara fyrir svona 4-5 árum að þá bara gæti ég alveg svo ekki djúpt með það, sko. En þú funkar alveg í nútíma samfélagi? Já, Þú fer alveg út úr húsi og... já, ég, alveg feskur. Ertu í 9-5 vinnu eða? Hvernig er lífið hjá þér? Ertu bara, þú þarft alveg að vakna snemma á morgnana og vera komin í hátinn? Ég er oftast mættur svona, reyndar 9:30 og verð þá, veist, það fer rosalega líka bara eftir hvað verkefni þetta í, sko. Nei, svo núna er alltaf milljón út af suður-ameríska draunum og þá erum við mikið niður frá. Hvar er þið í ferlinu? Við erum núna bara að fara yfir allt klippiefni og finna hvort að, veist, og semja lestur fyrir þættina og sjá hvort sé þetta bæti inn öðrum djókum og svo líka bara undirbúa nýtt verkefni, sko. Og fá hugmyndir og þannig, já, við erum alveg, veist, í fastri vinnu, sko. Já, en er ekki basically bara plottið í þessu er að þú þarft bara búið til nýtt efni til þess að láta á dagskrá hjá... Jú, allavega svona pitcha og vona að þessi tekið vel í það, sko. Já, er starfið þetta eitthvað að breytast í fjölmiðlafyrirtækjum með það? Ertu, eins og tala með að fara aðeins fyrir aftar myndaðalina, ertu að horfa eitthvað þangað eða? Já, veist, það er eitthvað sem ég langar að gera, en það er ekkert komið þangað, sko. En það er eitthvað sem bara yfirmenn mínir vita í dag að ég er alveg til í að gera, sko, og skoða. Þú ert þá bara að tala að leikstýra eða eitthvað annað? Já, eða bara svona að sjá einhvern nýjan þátt að vera pródúsör einhverju þætti eða... Varstu aldrei komin í einhverju svona markaðsvinnu eða? Nei, ekki þannig, sko. Ég bara verið að hjálpa til á markaðstildinni okkur, skrifa hérna og leikstýrið auglýsingum að Pepsi mörkunum hérna með Hötta og... Já, alveg rétt. Og svona, jú, bara verið að hérna, hjálpa til á markaðstildinni, reyndar ekki núna eftir að fór yfir á Vodafone. Já. En bara það eru alveg verið svona frekar lítið batteri á okkur, allir að hjálpa stað, sko. Já, það er sérna ótrúlega, það er alltaf sama hvert production levelið er, hvar það er staðsett á íslensku skala, þá er alltaf bara svona frekar lítið teimi á baku þetta. Það er alltaf þannig, sko. Og líka, var þetta ekki þannig svolítið bara til að byrja með, þú veist, voru þið ekki sjálfir á kamerunum í 70 mínútum? Já, við gerðum allt með, reynda klipptum ekki. Þið klipptuð ekki? Nei, við vorum alltaf sjálfir með kamerunnar og það var líka oft hræðilegt, eins og ég gleymi ekki þegar Sveppi, við vorum að taka viðtal við Jimmy Floyd Hasselbank sem var bara heitasti framherji í heimi þá að spila með Chelsea. Ég veit ekki hver en hann tók upp viðtali, hann er svartu sem sagt, hann Jimmy Floyd Hasselbank, og ég var að taka viðtali og Sveppi tók það á móti sól, þannig að sást bara ég og hvíta tennur og þetta var bara vinsælesti fótboltamaður heims, þannig að það var hræðilegt. Og svo tók einu sem falda myndal og glemdi Sveppa að hafa hljóðið það, þannig við tókum bara heilan dag það að gera falda myndal í kringlinu og það var ekki hljóðið á hann. Já, þurfti ekki að döbba þetta? Það var ekki hvað sér? Döbba fyrir bæði. Hvað hétt það aftur hérna þegar þið voru að döbba einhverjar erlenda fréttir? Hétt ekki bara erlenda fréttir? Já, hérna erlenda fréttir og svo var það líka hérna götuspjall. Það var bara Íslendingar ekstar sáti í kringlunni og þá að tala fyrir þér. Þið voru alltaf með eitthvað spott svona í kringlunni, það sem voru þarna uppið ekki á þriðju? Já, einmitt. Ég man að maður farið þarna svona 2 og 3 bara út að maður var búið til eitthvað efni í grunnskóla og alltaf kom gangaverðurinn bara eitthvað, herðu, drullið ykkur út, þið eru ekki 70 mínútur. Við vorum ekki vinsalega þarna, sko. Eða? Við fengum við fengum reyndar oftast að taka upp. En svo, og það var náttúrulega í Mjóttinni líka vorum við okkar stað alltaf það var gott að okkast verið eitthvað staðar uppi og falið aðeins til að gera falda myndaðalona. Síðan sá ég hérna í Bara Grín hjá Birni Braga, þar sem maður var að fara yfir 70 mínútur. Þá var Pétur Jón að segja að gera eitthvað í stjórnun og þá var hann búinn að fela sig inn í einhverju verslun og takandi upp þig í bakarameistaranum einhvers staðar í Glæsibæði eða eitthvað, ég veit það ekki. Það var svona, og mér fannst líka bara svo fyndið og þá fattaði ég þegar hann byrjaði að hlæja. Bara, Pétur er bara á myndavélinni. Já, þetta var alltaf þannig, við þurftum að mynda bara sjálfur og sem að gera þetta líka svolítið heimilislegt og skemmtilegt, sko. Já. Það var ekkert verra, sko. Nei, þetta var augljóslega ykkar stöf, sko. Já. Og ég held að það hefði náttúrulega spilað hellings hlutin í vinsaldirnar, að þetta var bara svona maður kveikt á sjónvarpinum og fekk bara svona koma inn í ykkar heim þarna. Já, þetta var held ég bara svona buddy feelingur, fólki fannst bara eins og að væri bara félaga sinni í sjónvarpinu, sko. Lýsti sér örugglega best í tilraununum hann Sveppa, sko. Það var svona svo augljóslega þessi fáránlega forvitni, sko, að þú veist að líma skó við Europallettu og sjá hvort þið myndi halda að skjóta skó upp með flugeld Þetta var allt svo grilla, sko. Ég held að einlægnin í því hafi gert þetta svolítið vinsælt, sko. Já, ég er ekki frá því. En þú ert alveg upp á Sauðárkróki. Já. Er það, hver varstu svona í æsku sem... Ég var
erfiður, sko. Eða? Já, athyglisjúkur náttúrulega eins og ég kom inn á og með læti, en ég launaði móður minni að ég var góður úlingur, sko. Byrjaði seint að drekka og var Ok. Ja. Ég hef aldrei trúið að þú hefði getað farin niður í 12 ára eða eitthvað svoleiðis. Nei, 18, sko. Ok. Já. Þannig að ég var erfiður krakki og það vissi allir í rauninni hver ég var á Sauðárkróki bara því ég var hálf tjúlaður en svo svona fínast úlingur, sko. Ég með þess að ég gerði grínaði einhvern veginn daginn, þá var ég að skemmta í Skagafirði og þá var ég á, hvort það var eitthvað ammali Skagafjarðar eitthvað svoleið, sko. Og ég var veislustjóri og ég var að segja að mér finnst skemmtilegt að í gamla dag var mér borgað fyrir að þegja en í dag fikk ég borgað fyrir að koma að tala. Það var breytti tímar. En bara Skagafjörður, æðislegur og Sauðárkrókur. Bara elska að fara þangað og tekið væntu það, sko. Varstu erfiður í skólanum eða? Já, svona njálgur í mér eitthvað, sko. Já. Kennarinn ekki að fíla þig? Jú, já, því að ég hef aldrei verið slæm manneskja, sko. Nei. Og þannig að það hefur alltaf, ég held að það hefur hjálpað mér rosalega bara þegar ég var upp að mitt athyglisjúkasta og bara erfiður að það viss alveg að það var ekki, ég var ekki illrætin eða svona bara þurfti að koma mín aðeins frá þannig að ég verið mjög heppið með kennara þannig að þau svona sá allavega að það var eitthvað gott þarna og leiði mig að bara klára og svo var það búið. Það var vantilega komist mikið farið fyrir þér í klefanum í fótboltanum. Já, samt, það var alltaf verið svona mikið að djókurinn, sko. Þannig að nei, ég var ekki endilega eitthvað svona mesti djókurinn í klefanum, sko. Ekki? Var ofta að spila upp fyrir mig, þannig að þá var maður svona aðeins róleri. Já. Og var svona alltaf eldri með, en jú, já, þegar ég var með jafnöldrum og þá var það alltaf, þá var maður svona kannski trúðurinn. Já, varst aldrei eitthvað svona til vandræða? Nei, ég var með eitthvað strípinn, Já, svona þess að beinu sér í þá átt. Já, það reyna að fá það hérna í gegn. Já, ég er svona eitthvað glimpsur að því að þú verður að tala um þetta. Ég fekk, sko, ég átti við að gambling problem þegar ég var í yngri flokkum. Ekki gambling problem, en stundum þá fór ég kannski í staðarskóla á leiðinni og var ég búin að eyða öllum peningum mínum í kassar og þá þurfti ég að vinna mér inn pening til eiga sem eftir var ferðar og þá spurði ég til dæmis, ég man voru einhvern veginn í valsefni, ég bara hefði ok, hvað fæ ég hleypirna á tippinu, yfir göttuna og kemst aftur. Þá setti ég eitthvað púki og kannski komið 400 kall og lítið vaða og hljópið yfir til að safna pening. Já, þannig að það varst ekkert eitthvað að frem einhver skemmdaverk. Nei, aldrei. Og aldrei verið þannig, sko. Aldrei verið að eyðileggja hluti, bara verið, þú veist, athyglisjúkur og háar og vitlaus, sko. Er ég að rugla einhverjum sögur saman en þegar þú varst að tala um að þú lögst aldrei að mömmu þinni? Nei. Varst alltaf heiðarlegur við hana? Já. Og það var eitthvað kveikt í gardínu eða? Já, þá er ég samt, sko, 5 ára eða eitthvað. Já, ok, þú varst bara krakki. Já, og var að feikta með einhverja elspýtur sem ég fann og kviknaði gardinu í stigagangunum og það var í Breiðholtinu, ég bjó í Iðufelli 6 í 3 ár. Býtu þetta áðurinn fyrir að Sauðárkróki? Ég semst fæðist á Sauðárkróki, flytjum það 2 ára í Breiðholtið og fer svo aftur á Sauðárkrók þegar ég er 11 ára. En þetta gerist í Breiðholtinu, sko, og þá er ég 5 eða 6 ára og kveikja á einhverjum elspýtum að það niðri og kviknar í gardinunni og hurðin, það var svona plast í hurðinni og svo var það kom löggan og fullt að lið og eitthvað svona og mamma kemur niður og bara hvað er að gerast og ég, það voru einhverjir strákar sem voru að kveiki í og þau bara já ok og löggan var mætt og ég var með löggunni að keyra Breiðholt að reyna að finna þá sem höfðu verið að kveiki í. Lykilvitni. Já, lykilvitni sat aftur í brennuvarkurinn sjálfur, sko, bara nei, ég sé það ekki og mamma náttúrulega þekkti mig það vel og hún sat aftur í líka. Hún sá það bara á mér, ok, herðu, það er eitthvað í bókaátunni það. Svo komum við heim, hún bara auðvitað, kveikti þú í gardinunum niðri? Akkur heldur það? Eitthvað, þú mástu, þú segir mér alltaf satt. Já, ég kveikti. Og það er nú svona greið. Það er nú eitthvað krútlesamt við það, hafa alltaf verið svona heiðarlegu mömmu sinna í gegnum þetta. Já, það er, eins og ég segi, aldrei verið, ég var aldrei vondur, sko, það er svona illa, þetta var bara einhver villiringur, sko. Ertu með eldri eða yngri systur? Eina yngri og eina eldri. Voru þær aldrei, þú veist, ef þú varst eins og að var eitthvað efni að þér að gera eitthvað fárlegt eða klæða eitthvað í G-streng eða eitthvað, voru þær ekkert eitthvað svona þú að koma í mat til mömmu og að gefa þær, þú veist, hard time með það sem varst að gera? Nei, þær eru báðar svo miklu töffara, sko, og líka við erum svo góði vini, sko. Ég dýrka báða systur mínar og gera allt fyrir þær, þannig að ég held að ég hef alltaf verið það góði við þær að það er svona að leiða mér að ég kemst upp með hitt og ég held líka að það er ekkit alltaf verið þægilegt endilega að vera eitthvað bróður Auðablöð, nei, systir Auðablöð, sko. Það er eitthvað svona, já, þetta er Maja, þetta er systir Auðablöð, það er svona her cross to bear, eða þeirra. En ég vil líka alltaf passa
í staðinn við að vera góðu við það, sko. En Ég- þær hafa aldrei, allavega ekki minnst á við mig að þeim fundist það eitthvað óþægilegt. Nei, ég haldi sko að þú væri kannski að taka eitthvað upp fyrir 70 mínútur, gera eitthvað svona sem þú veist að er ekkert eitthvað mjög sómasamlegt sko Já, og svona svolítið kjánulegt og koma síðan heim og fá eitthvað svona jú, pot frá þeim sko, þú eitthvað, maður er að reyna að ná endum saman það er náttúrulega aðalega eldri systir mín, sko. Hún hefur sendt mér alveg nokk sem bara hvað er að þér og guð minn góður en svo eru við bara það góðu vinir að hún veit alveg, ég myndi ekki gera neitt nema, þú veist, ég held að það er ekkert sem ég hef séð eftir í korki 70 mínútum eða eitthvað, ég hef aldrei eitthvað ég hefði ekki átt að gera þetta. Það er bara, þú veist, og það er vita og svona er þessi skrýtna að vinna og aldrei einhvern veginn. En jú, báðar rakka mig niður, sko, og bara spurt hvort sé eitthvað að og hvað er það að gera, en svo er það bara dautt, sko. Já, athyglinin er allan til staðar, fólk er að horfa á þetta. Já, meðan að fólk nennir að horfa að hlusta, þá erum við góð, sko. Er enginn af þessum þáttum sem svona þú hugsar að hafi verið eitt svona besta stöff eða? Mér finnst það eins og við vorum að tala tekin á þann. Já. Mér fannst fara svo ótrúlega mikið fyrir því á þeim tíma. Já. Það var alveg svona það sem að maður þurfti að finna sér eitthvað með stöð 2 og mæta til og horfa á. Já, sem að mér fannst mjög gaman, sko, því að það var í rauninu svona fyrsta verkefni sem ég gerði eitt, sko. Já, Það sem var ekki með strákunum. Já. Þannig að mér þótti mjög vænt hvað það gekk vel, sko. Nei, ég held að sé, ef ég yrði að segja svona hvað ég verið stoltustur að sjónvarpslega sé, þá var það gladunum mennur okkar, sko. Er það? Já. 1 eða 2? 1, en 2 ekki mikið síðri. Nei, þetta er gott stöff nefnilega. Já, það sem var fallið líka með seríu 1 að þar voru, veist, eins og Eiður Smári og Óli Stef og veist, þeir eru konir á hærri aldur og höfðu meira að segja. Þeir höfðu bara svona dýpri sögur og meira svona reynslu að veist, eins og strákarnir ég fór út og Sara Björk núna síðast að það var svona, veist, það er allir svo snemma á ferlinum, sko. Já, meinar. Þannig að sögurnar eru kannski ekki alveg krassandi, sko. Þannig að fólk getur ekki alveg mikið svona litið aftur Nei, en ekki það, ég var mjög stoltur af þeirri seríu líka, sko. Já, Fannst það mjög virkilega góð. gaman, sko. En þér langar þá, hvað, Íslendingarnir okkar? Já, eða eitthvað svona í svipundúr. Það er cool. Mér fannst, sko, ég man hvað mér langaði alltaf að vera í sjálfstæði fólki á Jón Ásali. Sem gestur? Já, og svo Ok. loksins datta inn og ég bara man hvað mér fannst það mikil heiður og eitthvað og mér fannst það gaman. Og svo hitti ég pappa einn strák sem er virkilega góður íþróttumæður og er atvinnumæður í dag. Og hann var að spyrja hvort ég væri ekki að fara að gera aðra seríu og var þá að segja mér að það hefur verið á bara bucketlistanum hjá sinans að verða atvinnumæður og komast í atvinnumæðin okkar. Nei. Það er bara svona hluta því og mér fannst það svo fallegt að heyra því ég mundi bara hvað mér langaði að komast í sjálfstætt fólk. Og þá voru ég að hugsa, veist, hvort það væri ekki hægt að vika þetta bara. Þannig að séu líka bara, veist, einhver leikona, bara stelpa sem að langar ókslega að komast í þáttinn sem leikona eða. Þannig að ef þessi þáttur myndi virka vel, ég myndi gera núna, þá gæti það orðið svona, veist, bara sama í hverju þú ert að taka þér fyrir hendur að þá myndi langa að komast í þáttinn bara Íslendingarnir okkar, sko. Þannig að þú þyrftir ekki að vera íþróttamaður til þess. Þannig að það er svona blundar aðeins í mér að gera eitthvað svona flottan spjallþátt, sko. En þú fegst náttúrulega geggju tækifæri bara upp á, eða þú veist að upplifa geggja hluti eins og hérna með Eiðsmára þáttin, ég man að þú varst á einhverjum hörku leik þarna. Já, og bara klassíkur, sko. Já, og einmitt. styrla, sko. Þú lítur nú að hafa fílaði þar. Já, dyrkaði það var alveg ríkalega gaman, sko. Og er náttúrulega mikill íþrótta unnandi, sko. Þannig að þess vegna fannst mér mjög gaman að gera þá þetta, sko. Fórst ekki líka hérna á Nelson barða? Jú, en það var, við fengum, það mátti ekki vera út að ég get þurfum ekki að fara út í það hér en það var, sem sagt, þá var það sett sem uppbytun fyrir atvinnumönnum okkar en auðvitað, það var sama krú, það var sama lið og hann var bara hluti af atvinnumönnum okkar, sko, í mínum huga. Já, ég held að hann hafi talað um að hann var þetta ekki tekið upp deginum eftir bardaga? Jú, en sem sagt fórum og fylgdum hann í bardagan í Vegas, sama á tíma og Conor verður meistari. Já. Og það var svaða kart í gangi, sko. Var þetta Brandon Thats sem að Gunni fyrir á móti? Já, einmitt, sem var örugglega bara eitt stærsta. Já, það var alveg geggja, sko. Svo náttúrulega sótti hann bara upp á herbergið sem hann lá bara döður, náttúrulega búin að vera að djamma til 5 eða 6 að fagna með Conor og eitthvað. Þú náttúrulega sofnaði klukkan 10? Ég reyndi að sýndi metna þá. Já, ég var svo peppað fyrir þessu, það er nefnilega eitt sem að það eru að passa bara sama gott að gera. Metnaðurum aldrei gleyma, sko. Eins og mér finnst gaman að leika mér og fá mér í glas og hvað þá í Vegas, að þá var ég samt fann að snemma svo að þarna því ég vissi ég var að fara að taka upp þátt með Gunnar Nelson daginn eftir og það er því langur dag, sko. Og ég hef aldrei svona og það er líka í draumunum, við erum ekkert eitthvað að skralla, örgulega margir sem halda bara, já, þeir eru bara úti fullir allan tíman og taka upp einhverju vitleysu, en það er langt í frá, sko. Það er metnaður í vitleysunni, sko, sem er mjög mikilvægur. Ég fór snemma svo að það kvöld og fór og sótt hann hérna hel feskur og
þá var hann bara sko, ég var mjög stressað því hann lá bara yfir rúmi og var alveg búinn á því og bara hálf dauður sko. Ég bara, Gunni, við þurfum að fara á morgun sko. Við þurfum að taka upp þáttinn. Já, eru strákarnir niður eða? Bara, ok, nefnir að spyrja hvort við mögum ekki bara fara fyrst niður og fá okkur eitt Bud Light og eitthvað og ég hristi þetta að mér eitthvað og ég eitthvað beint í símann, herru, Gunni að spyrja hvort við mögum ekki bara fá okkur eitt Bud Light eða eitthvað svona. Þeir bara, jú, þú mátt það ekki, þú ert náttúrulega að keyra bílinn. Ég bara, ok, já, við fyrir niður svo Gunni eitthvað, nefnir að biðja að kaupa nokkra bjóra til að hafa í bílum. Ég bara, herru, Gunni vantar bjóra í bíl, græja það. En svo var hann geggjaði, sko. Fekk sér einn afréttara og fersku, sko. Já, fórstu í McMansonið eða? Já, það var magnað, sko, að líka fyndi að sá maður munin á Gunnar Nelson og Conor McGregor, sko, því að Conor McGregor var með því lík jakkaföt hangandi bara í öllum skápum og Gunni var bara með einhvern joggingala á stólnum sko. Sömu nærböksum og hann var að keppa í á fætinu. Hann lá við sko. Þeir eru eins ólíkir og bara menn verða held ég, segir mig þá. Já, ég vil það geggja að fá að vera, þú veist, eins og segja, að vera einhver íþrótta áhugamaður og fá það tækifæri bara. Mér fannst það alveg styrlað, það er líka bara Conor McGregor með því líkt hvað maður að segja, karismi, það er svona stjörnu vibes bara þegar hann var lappað, við vorum að inn í húsinu með kamerunur og þegar hann var lappað. Já, voru að taka upp þarna? Já, það var allt sínt sko. Nú ok, ég sá aldrei hann þátt út af einmitt, hann fór þarna fyrir þáttaröðina, hann bara fór fram hjá mér sko. Já, það var, við sýndum alltaf úr húsinu og vorum að spjalla með hann þar og Conor hann á röltinu bara sko. Það er eitt sem vantar kannski svolítið við þetta efni út af að, þú veist, þetta er geggjað efni sem eru að búa til og svona mjög gott sko að eiga þetta, ég myndi að bara allt stöffi sem úr búin að ná eins og bara af þessum barda og þú veist, eins og úr tala El Clasico hérna hjá Eið og allt það, þú veist, þetta er bara svona stöff sem mann langar að sjá en þetta er svolítið fast inn í því að þú þarft að borga fyrir línulega dagskrá. Já, reyndar. Finnst þér þetta ekki að vera neitt issue með það efni sem þú ert að gera? Ég náttúrulega get ekki verið með issue sko því að þau borga launin mín og en veist, ég auðvitað vill maður þú tekur upp efni sem flesti sjá það sko. En svo FM 95 blöð núna, það er búið að vera á vísi heilengi. Já, þannig að fólk getur hlustað það, náttúrulega er í opinni dagskrá. Ég hef margoft verið að, þú veist, vinna einhverja myndir sitjandi við tölvuna heilengi og bara, þú veist, maður er komin marga mánuð aftur í tíman í að leita FM 95 blöð þetta sem maður er ekki búin að heyra sko. Gaman að heyra, ég fíla. Það er ekki, hvað varst að tala um með viewsina á þetta núna, er þetta ekki komið fyrir að sína það? Jú, það hefur náttúrulega aldrei verið hjá vísi sko. Og það peppaði okkur, en það er ég byrjar að dæla núna alltaf Instagram að minna á þáttir og eitthvað sem við höfum ekki gert bara í 7 ára því að núna sér maður á vísi hvað eru margir að hlusta á netinu og það er alveg peppandi sko. Já, það eru 20.000 þarna. Já, ég held að þar síðast þáttir sér núna þetta í 30.000 sem er bara á netinu sko, þannig að það er ógeðslega gaman. Já, og einmitt, það eru 4 dagar síðan hann kom út. Já, þannig að það er fyrir utan það sem að hlusta nei, þátturinn þar undan. Já, meinar, viku gamall. Já. Hvernig eru samfélagsmiðlarnir? Finnur þú fyrir einhverju breytingu hérna á bara þínu hlutverki og í starfi eftir að samfélagsmiðlarnir komin? Nei, ekki þannig sko. Það þið voru með The Ultimate Product Placement, Doritos og Pepsi. Já, í 70. Við vorum svona fyrstu selloutinn sko. Og ég sá einmitt, það var eitthvað kvart yfir þessu eitthvað. Þetta er nú bara auglýsinga þáttur eitthvað. Já, sem að var fólk tók þetta inn á, já, en ég meina þú horfðu líka á, þú veist, efnið frítt 5 daga vikunnar. Já. Það var enginn að rukka þig um það sko. Nei. Þannig að, nei, ég hef ekkert finn ekkert mikinn mun sko. Maður notar þetta til að peppa það að gera og svo bara reyna að vera með eitthvað skemmtilegt að milli sko. Þannig að þetta sé ekki bara að vera að minna á að setja með eitthvað þátt eða eitthvað sko. Nei, þeir eru með bara, þú veist, svona reach maskínu bara eins og, þú veist, ef þú bara horfur á samfélagsmiðla afganguna hjá þér, Agli og Steinda pluss að þið útvarpið pluss að þið síðan er að búa til sjónvarpsþátt, þú veist, þetta rennur mjög vel saman. Já. Við höfum líka alveg haldið vel utan að það sko. Við erum ekkert eitthvað overdo it sko. Nei. Ég passa mig alltaf að því að vera ekki mjög mikið bara í einu sko. Nei. Hvenær fær fólk leið á þessu konsepti? Það er góð spurning maður. Hvenær fær fólk leið á Auðun Blöndal? Það er hellingu komið það. Ég bara að meðan að maður er frjór ást, ég held að meðan að maður hefur sjálfur gaman að þessu og finnur þetta sé ég held að ef leið og ég fæ leið á þessu að þá væri örugglega langflest konum við leið á þessu sko. Er alltaf gaman að taka upp þættina í útvarpinu? Já. Það fer bara rosalega eftir hvernig gír við erum í en já, oftast finnst mér gaman að hitta og bara fara við málin sko. Já. Og langt úr að vera komið leið á því en ég held líka sko að það er mjög mikilvægt að það sé ekki bara það og eins og núna er að koma suðurameríski draumurinn sem ég er mjög peppaði fyrir og ástæðan fyrir að við gengið allir þessi ári held ég bara að þegar maður er ekki ef við verum ennþá með 70 mínútur
getur þú ímyndað þér að þá væri allir komið með þvílíkt ógeð en bara ég held að meðan þú ert með svona smá fjölbreytileika og ekki alltaf að gera það sama þá ertu ferskur sko. Kom ekki svona einhverjar krísur í þetta með leiðin svo þegar hann Gunni var komin inn í þetta Gunni samloka eins og þið kallaði mig ekki. Já. Var þetta þá ekki svolítið svona líðundir lok eða komast í einhver svona breytingu? Jú, það var líka því að þá vorum við búin að vera með 70 mínútur í 3 ár og svo byrjaði að gera strákana í 2 ár og við vorum bara konum með leið sko. Já. Pínu. Og við fundum það. Og þá kannski sjónvarpast það að þið er ekki beint að fíla ykkur í þessu. En það er, og það er eins og í lasnum ekstra sá sem að er að því að við erum náttúrulega í öllum þáttum, það er enginn sem sér alla þætti. Í útvarpinu? Nei, bara eins og í sjónvarpinu þá með strákana. Að sko, sá sem að er með þáttinn fær leið á undan áhorfandanum sko. En þess vegna mátti alls ekki, ef þið finnst ekki gaman að gera eitthvað, þá verður að hætta þið. Sérstaklega þetta vinna í fjölmiðlum. Mátti ekki vera að gera það bara til þess að viðhalda vinnu eða og ég hef alltaf passað það sko og við passum það líka þegar við vorum með leið og þá slúttuðu við strákanum þó að þáttunum hafi verið mjög vinsæli sko. Er ekkert erfitt að vera með svona skýrsýtn á það hvort að þú sért byrjar að fá leið á þessu eða hvort þú sért bara byrjar að gera þetta út að þú þarft að vera mættur í vinnu eða? Nei, þú finnur það sko og ég líka, og ég bara hef verið það heppinn bara með yfirmenn að ég fengi að breyta reglulega til og gera nýja hluti sko sem ég finnst aðeinslega sko. Væri ungur Blöndal sáttur með það sem þú voru að gera í dag? Já, hann var helsáttur held ég. Í skíunum með þetta? Já, hann var vel sáttur. 2000 vörblöð, hann var virkilega sáttur með þetta. Já, það var bara mjög heiðalegur lager starfsmæður. Já. Hundleðilegur drengur en fínasti strákur sko. En hvernig var það þá? Þú veist, að vera, ég veit maður kannski ekki einhverju fjárhagslegri krísu, en þú veist eins og þú sagðir í byrjun, viniðinir í háskóla og þú ert að mæta eitthvað partí og þú ert að lagurnum og þú ætlar að stefna á 70 mínútur, varstu þá ekkert eitthvað svona this might not work bara Jú, en það er bara hvetjandi Já, ég held að þetta er astanlega klísja sem þú ert að sjá allstaðar held ég veit ekki hver hefur ekki póstað þessu en ef þú bara leggur þig allan fram í eitthvað eða langar virkilega eitthvað þá get ég eiginlega lofa þér að þú bara leggur allan í það að þú munt fara helviti langt sko. En það var aldrei neina efasemdir hjá þér? Nei, ótrúlegt en satt þá fannst mér einhvern veginn svo þetta myndi alltaf þetta sko. Og gerði það ekki? Jú, fyrir rest ná að ljúga minni í þetta Sveið mig það Það 70 mínúturnar? Já. Var þetta þá bara komið? Nei, svo náttúrulega það var þegar ég var í 70 mínútur þá var allir að spyrja mig hvað ég ætla að gera eftir þetta hvað ætla að gera þegar þetta er búið og meðan þessu stóð? Já, og það er alltaf þannig það er alltaf allir að bíða eftir eitthvað er búið þú var sjálfur að spyrja bara hvernig verður þetta búið þú var bara að vinna að því þetta verður ekki búið þú þarft í stæðin fyrir að vera að hugsa hvernig verður þetta búið þá þarft þú að vera að hugsa borgi, hvað getur gert svo þetta verður ekki búið bara leggja þið meira fram og bara vera frjóari og finna hugmyndir þannig að leið og byrjar að hugsa sjálfur bara hvernig verður þetta búið þá er mjög stutt í þetta verður búið sko. Þeir eru tekist að umleikja því svo ferskum einstaklingum gegn tíðina. Er eitthvað svona eins og við tölum útvarpið, var eitthvað sem stendur upp úr þar? Einhver skets? Í útvarpinu? Já, og það ég er að hugsa mjög mikið til Jóhann, sko. Hvað segir Kjellin? Já. Þegar hann tók þetta og hún í bakaríinu þarna Beggi, ætlaði að tala við Hjálmar. Það er bara sko það og Gunnþór finnst mér alveg legendary sko. Og svo náttúrulega Brjátbreki Brjátbreki var legendary líka sko. Hann var nú samt ekki hann var aldrei að einhverjum föstum liði það Jú, hann var alveg oft sko þegar við Hjöppi vorum á 50 fyrst þá var hann alveg reglulega sko. Já, hann var alveg nokkur sinnum í viku nokkur sinnum í, hann var allir bara hvernig þetta 2-3 mánuði eitthvað sko. Hataði Björn Braga Hann þoldi ekki Björn Braga svo mjög fyndið Og hvað, Simmi Vil var algjör meistari Sveppi var meistari Já, ég var orðin 250. mesti snillingur landsins Hvað segir 250. mesti snillingur landsins Ég heldur að byrja þá yfir í 10. sæti eða eitthvað sko Sveppi var maðurinn hjá hann sko Við vorum að halda Versló Vælið sem er söngvakeppni í Versló og voru nokkri sem að hafði fannst þetta bara vera að finnasta efni sem að vera að búa til og fengum við mitt Hjörvar til þess að taka upp Brjánbreka til þess að í eitthvað intro á Vælinu ég held að það sé blessunlega sé svo fæll ekki lengur til það var svolítið grófur þar sko og það var svo fyndið sko það var svo margir sem voru ekkert að tengja við þetta
maður bara þetta að spila í salnum bara sumir bara svona sem sko slóu í lappirnar á sér og voru að elska þetta en aðrir bara svona, ég er ekki að fatta þetta Hvað er þetta? Já, það mér Brjálberg ekki virkilega að finna karakter sko. Ég var alveg til þetta til að bara tjekka hvort það var ekki að ringi í hann núna næstinni sko. Já, fá hann inn Já, þó var ekki eitt síntal hvað sé að frétta á hann, kallinn og brotta frændans Já, hann er allan út af svanur þessa dagana Já, sá maður Herðu, en Suður-ameríski draumurinn, hann fyrir að koma út já, föstudaginn 28. september sýndur. Er þetta one of your best ones? Þetta verður veistla sko. Það? Já, ég finn núna, ég er búin að sjá fyrstu 3 þættina, þetta verður gott sko. Þegar síðasti draumur var sýndur, var það ekki Steypustöðin í gangi eða? Nei, Steypustöðin klárast og svo kom asíski draumurinn eftir hann. Já, varst ekki að vinna í þessu sama Já, það var svolítið grautur, þannig að núna fengum við aðeins meiri tíma. Já, fengu að fara allan út og þurfa ekki að vera í mann varst að tala að þú varst að review einhverja sketsa úr Steypustöðinni meðan þú varst úti að taka upp Já, mjög erfitt sko. Já, Við vorum svona feskari núna sko. Ekki það, mér finnst asíski draumurinn bara eitt af því besta sem við hefum gert á ferlinu sko. Virkilega stoltur hún. Já, mér finnst það yfirbara besti draumurinn en ég er að vona Suður-ameríski jafnan ef ekki toppan. Þú toppar allan ekki tegistökkið? Nei, það verður erfitt því að það er ógeðslega það sem ég hef gert en trúðu mér að það eru atriðarna sem að við steindi hjóluðum dauðavegin á 390 manns látistar sko. Hvað, þú ert að segja mér fréttir hérna? Hann er í Bólivíu, bara í Las Paz bara hættulegasti vegur í heimu og steindi vorum að hjóliðar og að sprakka á því og það var bremsulust og það var viðbjöður. En þetta hættulegasti vegur í heimi, er þetta út af bara því að það er ekkert grindverk eða neitt og þú bara, það eru svona þetta er bara upp í fjalli það var hræðilegt, sko, það er alveg nokkur svona, það eru rosalega atriði í sériunni sko. Ertu með eitthvað skúp fyrir okkur? Ég er með hvernig skúp, hvað meira er í seríunni? Já, bara sem er eitthvað skemmtilegt sko, rétt undir lokin. Já, mér get sagt þér eitt sem að mér fannst magna að það var líka hérna í Bólivíu og sem sagt fórum við til Las Paz sem að er í 4000 metra hæð það er svona borgi heiminu sem er hæst og þú fær bara eins og við vorum að taka fjalla hérna, bara svona fjallatöflur Háfjalla. Já og því að maður verður bara svona grunnbúður Everest eru bara í 5000 eða eitthvað. Já, þetta er rosalega að vera það en það er samt ekki afsökunin en spilaði vissuleginni því að svo fyrir við að keppa í wrestling við 2 konur sem að hafa báða að fara að velunapall í alvöru glímu á Ólympíuleikunum báðar unnið gull en eru í dag að vinna sem svona WWE wrestling sem er svona ganni en við segja sumir kannski er þetta ganni kannski ganni, kannski alveg ég gruna þetta sé ganni ok, þú ert þar já, en við pródúksjónin fær í gegn að segir bara ok, hérna eru komið 2 strákar bara 2 fullorðin kallmenn en þeir vilja alvöru slag er það hægt og þær hlægi eitthvað svona frétti ég og svo bara jú, þær eru til og þeim er borgað aukalega og bara sagt þér ok, bara all in þeir bara með berja á eins mikið og ég getið og þeir að taka mót ykkur en þeir eru ekki að fara að kýla ykkur að slaga ykkur svo byrja slagurinn og ég gerði allt sem ég gat ég átti ekki break í píuna sem var að berja mig sko. Í glím? Já sko, það var bara allt leifilegt nálast þannig sko, hún fóð með lappirnar hérna utan hálsinum og bara bombaði mig niður sko og það var ekkert grín, ekkert feikið og það var svona 200 manns í salnum að horfa á WWE hann að dæmi þeirra og svo þetta bara kynnt sem síðasti slagurinn og það var allt vitlaust það bara allir eftir þú vorum að labba út bara that was the fight of the night og að því að sá allir það var bara ekta slagsmál ég og Steindi vorum að reyna að berjast á móti við áttum bara ekki breykið þar og svo eftir slaginn að ég var út blóði á eyranu og eitthvað og svo eftir slaginn þá fer ég bakvið að bara þakka fyrir spyrja hvort sé ekki allt í lagi því ég var að reyna og tók hálstaki á hann eitthvað og þá situr beigjan sem að ég slóst mest við hún situr með barn á brjósti öll blóðu á kjólnum eftir slagsmálin og ég hvað er bara með nýfætt barn hérna bara I'm sorry, no, it was a good fight þá er hún bara með barn á brjósti og nýbúin að berja mig sko. og ég átti ekki breykið hana sem að mér fannst þetta er ekki eitthvað svona bara að því að og þó þetta, ok, 4000 metra lofthæð var ekki að hjálpa einmitt, hvernig var að bara hreyfa sig í því? maður var andstuttur en hún var bara svo hraust og þær báðar þetta var svo bara, hvað maður segja svo mikil skrokkur á henni að ég átti ekki breykið hana sko.
og ég held að það sé atriði sem að munum vekja mikla lukku þegar við verðum landir af 2 konum í Las Pasibóluði. Gekkja. Herði, Suður-ameríski draumurinn, 28. september. 28. september. Gekkja. Auðun Blöndal, takk hérlega fyrir að koma hingað í spjall. Takk fyrir mig, heiður að vera hérna. Þá þættinum í dag lokið. Kærar þakkir til sponsora þáttarins, Joe and the Juice og Origo. Þangað til næst.